Hæ, góðan daginn. Þá erum við mættir hérna á Guilty Gear Top 8 í dag. Jep, og við, en það eru, þetta næst síðasti leikur helgarinnar og við... Einmitt. Þannig að Smash á eftir það ekki? Ha? Smash á eftir það ekki? Smash á eftir, það big things í gangi og við munum, við byrjum eftir smá en fyrsta match okkar það verður Egill Magic. Egill á móti Magic, já. Já, Við erum líklegast að gíska að einn fer Kai og hinn fer... Já, ég held að sé hægt að... Ég var tilbúin að veðja aðleigu minni á að Egill byrja með Kai, held ég. En maður veit ekki, hann er búinn að vera að leika sér á Millia líka, sko. Já, en nei, því að sko, við erum á unprecedented water, sko. Egill er að byrja top 8 í losers. Einmitt, það er nýtt, sko. Það er ekki mjög oft sem það hefur gerst. Já, og við erum bara að byrja þetta og hoppa inn, eins og við byggjumst við, Kai Bridget. Og þannig eru þeir. Þá er þetta byrjað. Það er rétt hjá okkur, það var Kai og Bridget. Það er button check. Já, þetta er button check, ok. Já, þetta er button check. En báðir karakterar með mjög löng pokes. Einmitt. Og auðvitað... Við erum að tala um tvo karakter með mjög mikið að disjoint og leiðendum. Mjög mikið að disjoint. En líka mjög mismunandi samt þegar þau ná knockdown. Já, mjög. Bridget vill runna, þú veist, high-low 50-50s og Kai er bara mjög mikið strike throw, þetta er... Hann vanalega að run up með litla 5K. 5K low. Og þú veist, þetta er mjög mikið strike throw, þetta er frame traps, þetta er ekki mjög mikið af, þú veist, erfitt að reacta high-low 50-50s. Nei. Þú veist, hann er með eitthvað. Einmitt, en það er mjög erfitt að challenge það. Og oftast er það, tekur það meter. Já. En líka gameplanið mun bara hjá, ef ég þetta giska á mun hann Magic verið að reyna að ná knockdown inn í Jojo. Og ég held að Egill sé bara held ég að fara að vera að reyna að spila rólega hérna. Ég held að hann hafi litla ásett að vera... Við fáum að vita núna, komin inn á nýja stageið, eitt af nýju stageunum. Tvö nýju stages núna. Stagein eru löglega en ekki uníka. Já, nei. Hún kom út allt of seint, þannig að við skulum ekki vera að búa svona í uníka nonsense í dag sem betur fyrir. Þá karakter er belligerent. Ok. Þá er það svona. Rauðhærður Kai, já. Áhugavert. Þetta er cool litur allan. Láta sjá hann spæsa upp aðeins. Og við erum með early burst hérna. Einmitt. Magic komin hérna, byrjaður. Og báðir að nýta burstisna með hérna. Það getur verið að... Gott counter hit. Þetta ætti að vera wallbreakið, yes. Og super. Magic er hérna einu hitti frá... Já, þetta er það sem við vorum að tala um akkurat. Nær að setja upp Jojoið en nær engu eftir á og ég tekur heavy DP. Ok. Enda þess að backdashum, allir þau bara að testa, reyna að finna pokes til að komast inn. Tæmar ekki þróu rétt. Já, honum ægli að voita þetta líka. Jog. Já, nær conversions. Þetta er ótrúlega leiðilegur staður til að vera á móti Bridget í honum. Nice 6P. Fær hérna dragan. Þetta ætti að vera... Alveg endanum held ég. Þetta ætti að vera ekki nóg mikið. Og við erum með burst í hann og... Já. Nice. Hann notar þetta rosa mikið. Þetta er mjög gott move til að nota. Yfir höfuð. Og Wild Assault og þetta ætti að vera... Nei, droppar og þarna er það. En hann reddaði með throw. Það er 1-0 fyrir allir. Kai specialið, run up throw. Run up throw. Ég sá hann akkurat í matchi held ég á móti þér hlaupa across bara the full screen til að komast að grípa þig. Já, þú veist. Það er frekar gott. En hérna byrjar Magic með offensið, búinn að setja upp Jojo, komin hérna yfir hann. Nice, góðu hitti. We fuck command grabinu. En Egill nær ekki punishinu. Nice, nær hérna counter hit. Og nú þarf það að blokka. Og blokka, nær hvað fær hann hér? Og er þetta, og hann er komin í corner. Komin með hann í hotni, hann þarf núna að gíska fyrir líf sitt. RC-ið og 6P sér þetta nógu rætt. Nei, 2H náðu þetta hátt upp, það er klika. Nær hann að klára þetta hérna? Nei, droppar kombóinu. Ok.
Hann reyna að halda honum í burtu með kjánur projectiles hit. báði. Og það er ekki mikið. Nei. RC low Flott, og tekur flott. fyrsta rándið. Þetta var daldið tensan í lokin, það var ekki víst hvort það myndi actually ná þessu. Hann allan að koma með 1 round á hann eiginlega. Sýndist að Egill hafi verið að reyna að run up the round start. Já, þetta er taktíkinn sko. Þetta er Fólk taktík. býst ekkert við Þetta er klassík. Meira segja þótt að við vita því. Kísk family secret. Já, þetta er akkurat. Allir er svo hrættir við stóru takkana þeirra á leiðinni. Það þeir eru bara svona, hann er að hleypa að mér, ok. Stun dipper fer undir aft og þarna, þetta er beitar YRC. Nei, Þetta er málið, það er svona getur ekki beint YRC að þetta því að þetta er svo plus líka. Safe allavega hana. Að hann getur bara gert þetta og bara verið þarna in your face. Nau! Og wallbreak Vá! Þetta er alltaf að klikka og þetta þarna að gera whiffed bara til að komast að. Hann er með burst hérna, notar hana. Já, hann nota burstið. En, Pítur sjá hann til. Þetta ekki DP-ið í gegnum það! Og beitar burstið. Genius play hérna hjá honum, Magli. Rugglað. Rétt heldur sér lifandi í seinni leiknum og... Ok, hann er alltaf hann er að ná að halda honum í burtu með projectiles. Fær hérna gott combo, wallbreak eða ekki? Nei, aðeins svo langt frá. 6P Hann var tilbúinn. clash. Hann var actually tilbúinn. En hann viff, superið, næri ekki wallbreak þarna. Því miður, þetta er alltaf awkward situation sem hann settur í. Setjum upp Jójó. Hann náði clashinu þetta skiptið. Nei, DP! Bara tekur smá úr hans bók, hans playbook. Nei! Jójó hittar hann leiðin tilbaka. Þetta var mjög heppilegt 6P. fyrir Magic þarna, en núna er hann kominn í hornið, fastur, veit ekkert hvað hann á að gera. Hann er það 2-0 fyrir allir. Hann Egill verðist mjög reyndur í Bridget match. Einmitt, þá er Egill kominn hérna með annan leik. Hann er náðu mjög mikið með run-up 6P. Já. Þegar Magic er að láta Jójó út. Þegar hann er að gera special dash hérna í Bridget. Þá er hann mjög mikið að halda. Gott punish hérna hjá honum Magli. Hann er búinn að... Nei, Magic hérna nær þróinu, þetta gæti snúið öllu við. Því miður, þá var hann bara ekki alveg nógu Og þetta ætti að vera wallbreak hérna. Ræta lightning, næst í alltaf sko. Nefnum að setja alveg hinum megin við þegar þú byrjar þetta. Sjáum það. Setur upp fyrir Jójóið. Droppaði því miður, þetta var ekki alveg rétta angle-ið sem hann vildi. Nei, 6P-ið. Þetta er því miður eitt af bestu optionum. Hann er með meter, er þetta nóg? Nei, droppar. RC þetta haldur sér sjálfum örugum og air throw. Egill kominn á set point hérna. Hann veit að eitt af bestu leiðin til að reyna að flýja hann er að gera þetta, svo hann er tilbúinn með air throw-in. Þannig hérna, 6P virkar því miður ekki. Hann ætti ekki að... Hann er að wallbreak. Þetta er þetta góðu hlutunum akkurat við Kai. Hann getur gert það hvenær sem er. Nú þarf þetta að giska. Nú þarf þetta... Og hann er með RC. Hann ætti að vera komið og hann er það. 3-0 fyrir Egill. Vel gert hjá báðum spilurum. Egill sýnir hérna að hann er alls ekki búinn að gefast upp á losersrunnu sínu upp. Og hann, Magic því miður, þá er hann búinn hér í 8. sætin, stóð sig glæsilega á þessu móti. Og núna kveðjum við þig. Já, nú er ég að fara að keppa. Og nú er ákveðin einstaklingur sem ég er búinn að óskast eftir hann komið til mín. Ef hann heyrir í mér. Nú erum við komið með minn fellow meðlim Crownless Chief Fan Club. Nærðu þessu? Við erum með annar meðlum Crownless Chief aðdándaklubnum. Hann, Hrafn. Góðan daginn, ég heiti Hrafn. Spila Happy Chaos. Ég spila Happy Chaos. Ég er stór aðdáandi af hérna gæðin sem er að spila núna. Já, hann Crownless Chief, já. Acknowledge the Chief. Acknowledge the Chief. Crowned Chief, hann er ekki Crownless lengur. Nei, hann er góður í Darkstalk að segja eitthvað, skilju. Já. Akkurat. En hann er að mæta honum Igloo. Bæken. Og Igloo er kannski meira þekktur fyrir Street Fighter í okkar senu, en hann spilar Bæken. Já. Og Bæken er auðvitað mjög mikið af nasty rope setups og
getur alveg gert big damage með réttu setup, en, og er auðvitað með frame one parry. Já. Og guard crush, Og guard crush. parry inn í blockstring, þannig að við sjáum hvað mikið hann mun nýta sér það, en ef ég myndi giska rétt, þá mun hann Chief okkar spila sín klassíska Slayer. Ég veit hann er með sól í vasanum, Já. en ef ég þekki hann rétt, þá held ég hann vilji fara Slayer. Ég hef líka ekkert séð sólinn þessa... Já, ég hef ekki séð hann allavega þessa helgi og ég giska alveg rétt. Þannig að við erum að byrja hér eða erum við að fara í button check, við skulum sjá. Maður veit aldrei, sko. Nei, maður veit aldrei. Besta endur í leiknum bæða við. Sýnist þeir vera frekar rólegir, þetta er button check þá. Já. Líka hún Baiken, hún er eiginlega svona drottning overheads. Já. Hún er með svona 5 miljón overheads og... Besta safety upp í leiknum líka. Já. Þú veist, bara þannig að... Ég hef aldrei séð ykkur spila Stripe, sko. Ég ekki heldur, sko. Nei. Ég misti alveg, ég náði ekki að horfa nýtt að leikinum hans í gær, þannig að ég er spenntur að sjá hvernig hann spilar, sko. Já, ég líka. Þú veist, ég er mjög vanur því hann er mjög rólegur þegar hann spilar í Street Fighter, og mjög þolinmóður, þannig að spurning hvort að það transliti yfir í Stræfið? Já. Yfir í stræfið? Yfir í stræfið, sko, já. Kom okkur inn í þetta. Early counter hit fyrir Igliana og inn í knockdownið og tatami setup, en... Flækt sýtara. Gott whip punish. Sko, það lítur út eins og Chief sé að tapa sér rondi. Hann þarf að hitta hann einu sinni ef þetta er even. Já, þetta verður mjög... Bloodsucking Erum Universe. við Universe? Aftur! RC! Og burstið, já. Chief rétt svo fyrir utan rangeið hjá Baiken og hann er að cross-upið, tekur fyrsta roundið. Classic, sko. Dash cross-up, classic, sko. Þetta er classic, sko. Nei, ekki 2H hér. Cross-upið? Blokkar hann greinlega Droppa komboinu, nei, og bara pekar aftur upp. Burstið til að halda sjónum lifandi. Hann ætlar sér ekki round 3 hérna. Og stórt counterinn! Ekki með super hérna. Það er bara eitt hitt í viðbót hérna. En Igloo er með 100 tension. Er hann ekki með byssu eða eitthvað? Jú, hún er með byssu. Hún er með byssu, sko. Og hann er hún! Byssan, maður! Shooting. Shooting. Active shooter in the building. Ég skal segja það. Já, reyndar. On commentary, sko. Það er ekki hægt að shooter in the building. Insane combo, by the way. Það fer svo hátt upp, sko. Já, hann... Universe. Ég veit ekki svona... Hvað sem er ætti að klára til hana fyrir Chief. Og er þetta burstið? Sko, mér líður eins og Igloo sé búinn að vinna nútala oftar í þessu setti, en Chief er að vinna. Bara hann þarf að vinna svo miklu oftar. Já. Og það er að halda sér sjálf minni. Og hann er að 6P, klassískt. Classic. Þannig að við erum með 1-0 fyrir Chief hérna. Hann, veistu, líka við erum bæði með Chief og Egil að byrja top 8 losers. Það er crazy, sko. Það hefur aldrei gert staðið. Já, senan hefur bara stigmagnað svo mikið yfir síðust ári. Þú hefur til dæmis joinað. Já. Og ég. Tekken Season 2. Tekken Season 2 gerðist. En við erum með wallbreakið hana og... En nýtt ekki super, ætla að nota eitthvað þetta tension. Positive. Þetta getur verið stórt. Þetta ætti að vera wallbreak hana, já. Ekki einu sem super sem endur. 50 damage. Já. 50%. Og hann er döður, sko. Hann er það. Bara keep it simple, sko. Bara ekkert vera flækjumálun. Nei, ekki Við erum í... Ekki neitt fancy hér. Engir bunker loops til að enda rándið, sko. Þurfum það ekki. Þurfum það ekki. Þurfum þess ekkert, sko. Tökum það burt á nónum. Í það þinnir. Jump, bara margt samanrið. Hæ. RCR, en Jósansen nær honum. Knockdownið. Og fyrst getur við sjá reipið. On hit grabið. Reipið er komið.
burstar þetta. Mjög mikið hero burst frá Chief. Mér líður þess að eitt gunni myndi chippa hann út inn á, sko. RC er hérna, heldur þessu áfram. Hann er það. Bankarið, sko. Ekki með mítri til að komast upp með þetta, sko. Universe tilbúið. Gott mash hjá honum Igloo. Actually, frábært mash. Tatami. Og við erum tilbúin fyrir mixi og þetta getur verið stórt. Þetta var... Droppar kombóið. Óhói. Back dashið. Og við erum með loops. 3. Og hann er bara... Er það nóg? Ég held ekki, sko. Það fær ekki wallbreakið, sko. En hann er með meter til að extenda. Notar það ekki. Þetta er Og það... tekur leik 2. 1-1. Clean frá Igloo. Komin inn í leik 3. Ég get ekki sagt þér hverja frá vinna þetta, sko. Whiff. Heavy. Hvað var þetta? Whiff mappa hunchinn í 2H. Ég hef lent í þessu. Ég hafði verið hittan að þessu. Ég líka. Smá sauce hérna. Dustloops. Eins og hann á F-síðan. Og hann er dáinn. Það er to air dustið. Þetta var áhugavert. Og burstar hana. Já, gott 6P. Nær perjunu. Counter hit. Þetta var crazy. Og nú er það Tatami. Og nú er þetta giska. Ekki þar sé á græpuna, það er ekki að dreipið, sko. Hvílíkt. Vörn. Hann ætti ef hann droppar sig. Ekki döður. Chief. Bissan! 2-1. Hann skaut hann með byssu. Þú þekkir það? Ég geri það við fólk, sko. Í tölvuleiknum, sorry. Inn video games, sko. Ég mun einu. Ég veit ekki hvernig Slayer á að komast inn í þessu matchupi. Þetta er mjög... Ég hef ekki spilað þetta matchup mikið sjálfur en ég þyrfti að giska þannig að þarf að vera þolinmæður. Já. Ótrúlega mikið þolinmæður og maður þarf að lesa hvenar... Cross-up Master Samur, hann er svo dauður, það er ekki eins og fyndið, sko. Universal líka. Já. Chief að reyna að jafna stöðun í 2-2 og ná þessu í leik 5. Oh my god. Anti-air og það er wallbreak. 4 hits, by the way. Við erum komið 50% 4 hits. Bara ekki ít að taka, það er maður vantar ekki. Já. Cross-up. RC er hérna. Oh my god, Whiff var close þessi. Wake up throw. Þetta var brave. Oh my... Les ekki burstið. Það þarf ekki mikið hérna. Throw. Skottos! Commentators curse. YRC hittar ekki! Nei! Og Chief jafnar þetta 2-2. So unfortunate, YRC. Rétt fyrir utan. Það gerir þetta mjög mikið að móta Slayer út af þessu dandi-steppi, sko. Já. Ég hef lent í þessu, sko. I've been there. I've played these games before. Burstbitaður. Ekki. Hann er... Oh my god. Notar ekki super. Hann tapar hann út af tvisvar, sko. Nær ekki backdashinu. Ekkert 6B á þessu jumpinu, þetta var brave. Hann Og þetta ætti að vera, já, set point fyrir Chief hérna. Þetta var dominant round 1. Round start hjá Hansen. Þetta verður vont, sko. Við erum að halda honum í horninu. Já.
Tapaði hann út á tvisvar, enn og aftur, sko. Og Nær hann er með burst, hann fær burst á loka sekundu. En Igloo þarf að spila rosa varlega í hana. Og þarna er það. Þetta er búið. Chief tekur það 3-2. Ótrúlega. Tekur þetta 3-2. Acknowledge the Chief. Acknowledge the Chief, sko. En hann, Igloo spilaði glæsilega og ótrúlega vel gert 8. sæti. Já, það er betur en ég, sko. Já, það er betur en flestir, sko. Já. En ég veit ekki hvað við erum að fá næst. Við erum að fara í winners. Þú á móti ykkurum, eða? Er það ég? Er það ég? Nei, þú ert efri parturinn af winners. Er ég efri? Held að sé Ómar á móti ykkurum. Hvort að Chief vilja taka... Á, það er komið að mér. Takk. Þannig að ég kveð ykkur nú í... Og ég held að hann Chief ætla að koma að taka yfir. Ég veit það að koma. Það í Supermess að spila. Já. Ok, hvernig leist ykkur á fætið mitt? Ég veit Chief gott klapp maður, come on, hanna. Rétt slapp. Jæja, herru, þá erum við að fara að sjá... Supermess á móti einhverjum. Ég er Já, jáfnvis. það móti... Ég man ekki hver þetta er, sko. Móti bara einhverjum, skilur við, Já, þetta bara er bara kleppi, sko. Bara... Já, nei, Ínó-gæinn. Já, Ínó. Nei, hann er mjög sterkur líka, Já. sko. Það er mjög erfitt að actually komast í gegnum pressure hans. En það er þetta instant overhead svo Einmitt. giska endalaust hvort það sé að fara að lóa eða ekki og ég heyri ekki neitt og, þú veist, Arnór, átíðum þetta farið, sko. Nei, það er komið áttur, þetta er bara leikurinn. Leikurinn Ó. er leiðilegur. Það er bara leið og þeir eru komnir úr svona... Þetta er út í að þeir eru að tengja controllera. Og controllerarnir fokka í skiptir átíð og svo eitthvað. Já, og svo breytist verið eitthvað rugl í helvitis leiknum. Núna heyrum við. Hefur reyndar ekki séð þessa tvo spila áður. Nei, ég man ekki eftir að hafa séð það áður, persónulega allavega. Gæti vel verið að hafi gæst í pools einhver tíman þegar ég var ekki eða eitthvað, sko. Já, en ég líka veit bara ekkert hvernig þetta matchup er. Já. Nei, Supermess komst ekki á mótinn á undan, meðan ég var í burtu. Já, það er þetta satt, hann komst ekki. Nei, þá hef ég ekki hugmynd. Ég hef ekki hugmynd hvernig þetta mun fara. Nei, ég veit ekkert hvernig Ég veit bara að þeir hafa keppt á móti hverjum eitthvað þarna í rúm. Já. Ég líka veit ekkert hvernig bara, veist, Abba karakterinn gengur á móti Ínó. Skilur, ég veit ekkert þetta matchup. Ég myndi halda 2S og 6P hjá Abba sé alveg góðir ágæti taka til að díla við þetta. Já. En svo erum við 4-frame, sem mikið af karakterum hafa ekki akkurat til að díla við þetta. Já, akkurat. Svo það er spurning hvort að Kleppi veit það eða veit hversu... Já, hann veit alveg að það eru 4 frames, en Já, þetta er bara það er spurning... Jú. Það er gott að taka button check-in, sko. Þetta. Trú ekki á þig, sko, sjálfur. Þú veist. Já. Nei. Þú þarf bara 2 taka, sko. Já. Nei, það er málið. Ég þarf bara slash, heavy slash. Akkurat. Ekkert spá í því að mappa hans er bæði á P og K, sko. Nei. Ekkert spá í því. Ekkert spá í því. Þarf það ekkert, sko. Nei. Mappa hans. Hvað er það? Dansæ. Spotted. Herru, svona er þetta. Herru, þá ætla Skellum það okkur inn í líklegast að fara að byrja. Allt buttons og allt er tilbúið. Flott, sjáum þessa 2 algjöra meistara sem eru alveg ótrúlega góður í þessu leik. Komnir þetta langt. Já. Winner side. Winners head nefnilega. Winner side. Þetta bracket er svolítið snúið, sko. Það er það, sko. Já. Það er það. Ég er oftar í winner side þarna og... Þú varst í Japan, þú getur fyrirgefið þér, sko. Get ég það? Ha? Í alvöru? Ég get það, sko. Ég fyrirgeð þér, persónulega. Takk. Ekki málið, sko. Takk. Ekki málið. Quicksilver, ég hef aldrei heitt á lag, sko. Spenntur að heyra það. Quicksilver, býtu. Það er ekki hann að gæja úr Marvel eða eitthvað. Jú, þetta er að fara að vera X-Men þýmið. Já, er það? Já. Er þetta Marvel vs. Capcom? Já, gaur. Hoss? Nei, herru, sjáum þetta. Hvernig actually gengur þetta? Hvað? Já, ég trú á því að leifa intrónum að Hitt spila. nýja stageið, ótrúlega flott. Það er ótrúlega flott þessi nýju stage. Leifa intrónum að rocka. Ínó er svo cool, sko. Hún er það. Hún mætir bara svona inn.
Og svo kemur gítarinn. Óra. Þetta big aura farming sko. Hún svolítið mikið óra farming. Svolítið mikið aura farming. Herru. Alright, let's see it. Hvernig byrjar þetta? Hvað fyrsta múfið? Já, það bara dive kick immediately. Jump back charge. Immediate dive kick. Ok. Gætir þetta alveg verið erfitt fyrir Abba að díla við þetta projectile sem hann gerir eftir knockdowns? Já, nefnilega Það gæti alveg verið mjög erfitt, sko. multiple hits og mjög ekki mikið optionum fyrir Abba til að sleppa. Ég horfði í burtu í 5 sekundur og Superman sem hann bara búinn að tapa náttúrinu, sko. Það mjög lítið sem hann getur gert einmitt núna sko, hann hérna Já, þetta hard knockdown, hann að fara á Jealous núna. Hann ekki með ounce af Jealous Gate, sko. Já, Kleppir greinilega ekki gefur hann að burstið for free, sko. Já, Kleppir greinilega ekki nógu experienced í matchupinu á þennan hátt. Vill ekki díla við þetta pressure, bara ég hann er burstið mitt, þú mátt eiga það. Wow, þetta var big risk, en hann tekur hann með 6p. Já, það var ekki farslas. Þetta var farslas, var þetta ekki 6p? Þetta var farslas. Já það? Ég held það. Ég veit ekkert mínúr. Þetta er 6p sko. Ég hef verið 6p að ná ofta henni. Ó. Fair enough. Svona. Og það wallbreak? Hann garantíaði það. Fær líka smá Jealous Gates tilbaka. Danzai. Já, nei, hann hafði punish þarna. Þetta er actually... 2S og inn á Richard. Einmitt, það er klikkað. Ok, þá kemur hérna Kleppir með klassíska wall komboið. Nú hann í dálítið slæmum staðan, Super-MS, hann er ekki Jealous. Og já, Ino jumpscareið. Ok, nei! Oh my god. Wow, þetta var mjög gott instant overhead þarna hjá honum. Giskar bara hreinlega fyrst, já. Því miður. Þetta var dálítið mikið guess for game situation. Já, svolítið mikið, sko. Já, Kleppir tekur leik 1. Jep. Ok, nice 2S þarna, fekk ekkert frá því miður. Bara air to air, sko. Og svo... Þessi Abba karakter. Hún er svolítið crazy, sko. Ok, gott punish. Wow. Catchaði líklega að spekta þessi hjá honum með eitthvað. Og ég held að það sé dauður, já. Já. Hann er steimdur. Já, hann er steimdur. Gauð, það er fokkin Jealous meter fyrir þetta Super. Hann var alltaf með vana að skipta fyrst og svo gera Superið þátt að það hefði drepið. Að halda sér í Jealous. Núna, ég sé hann að byrja að læra að gera það minna. Já. Þetta flókinn karakter þetta fyrirgefið þetta, sko. Já, alltaf að skipta inn og út, fylgjast með Mite, fylgjast með hvað hinn er að gera. Það er ekki Superið. Býtu gott blokkina hjá honum samt. Því miður catchaði á lowinu, hann að þróinu. Oh my god. Og svo catchaði hérna af projectile mix-upinu. Hundleiðilegt að díla við þetta. Þetta er eitt besti cross-up takk í heiminum, sko. Ég þekki ekki betri cross-up takka, held ég. Alveg rugglað, svo fast, svo langt, punisha svo mikið. Þetta var svakalega gott Roman cancel þarna til að catcha þetta. Hvað er í gangi, sko? Já, hann stoppaði sig því hann hefði verið caught að dansa. Þetta var crazy, sko. Og hann er döður. Flott. Super-MS hérna tekur þá einn leikina líka. Dominant response. Einmitt, hann er hérna. Það tekur stundum, það getur tekið hann stundum alveg 1-2 leiki til að fatta þig. Já. Svo bara... Byrjar hann ástæðir. Já, svo er hann bara locked in. Þessi maður, sko. Já, hann 6p, einmitt í special. Dun. Já. Ok, hvað gerir hann hérna á knockdowninu? 2S whiffar. Boy. Það er ekki... Það var reversal time. Býtu, reversal time líka hér. Ok, Kleppir greinilega vissi að ekki að hlaupa strax í hann. Nei. Það er hægt að interrupta þetta, en það er bara betra að bíða. Já, það er erfiðara að interrupta það stundum eða þú ert ekki viss 100% hvað takka þú ætlar að nota, sko. Fíla þetta kombo mjög mikið þegar hann gerir þarna 2 litlu jab inn í miðjunni. Já.
Það er alltaf næst þegar karakter að hafa eitthvað hannig. Overheadi, classics. Ok, hann fær hérna free challenge gauge. Alveg komið á fullt inn í næsta hérna sætavellinum. Hvað gerir hann? Ég veit ekki hvað maður gerir. Og Já, hann ok, catcha hann hana. Burst yfir Supermess. Ok, hvað er responsið? Hann reyndi að gera eitthvað. Það er ekki hægt, Það er að blokka ekki, sko. Það er ekki hægt, það er Hero responsið. burst á kleppi og hann er punishað fyrir það. Þannig að það besta sem það getur gert á móti þessu super er að hoppa og blokka það, því Já. það var þetta jafn mínus. Ég er bara nýbúinn að læra það, sko. En það er bara beint í overheadið. Yes, Þetta er svo gott, sko. Það þarf ekki eins og að counter it, sko. Það er bara að vera, Já, það er bara að hitta og það er bara, já, ég er bara að fæða kombo, ég fæða kombo frýtt. Og þetta var crazy Núna match. er hann kominn á, það gæti snúið þessu við. ekkert brjála damage samt, sko. Nei, ekki, það er ekki damage, það er meira meter situationi hjá hann super. Já, true. Hann er ekki með ounce af Jealous Gauge. Og hvað gerist hér? Hann fær wallbreakið. Og hvað er responsið hann Super MS hér? Það er Blue RC og svo hann nær að blokka, en ekki náðan neinu responsið þarna við pressurinu, því miður. Ég veit ekki hvort að allir karakterar geta gert það, en stundum í sum caseum geta karakterar 5p-að Já, eftir að hann gerir bylgjuna. En það er hættulegt. Hann gæti alveg ákveða að gera eitthvað allt annað. það er bara mjög hættulegt að íta á takka á móti Ino, sko. Það er það. Maður þarf samt að taka sénsið stundum, annars er maður fastur bara. Já, nefnilega. Ok. Super komið með hann hérna yfir á næsta völl. Og Danzai. Ok. Catcha hann úr loftinu. Nice! Hann hoppaði bara yfir hann, leiði honum ekkert að nota deflect shield. Nei. Hann gæti ekki ítt á takka þarna greinilega. Gæti verið að hann var að reyna að ítt á close slash eða eitthvað. Til að capitalisa. Alveg half-head farist, þetta var... Ino getur alveg gert damage, sko. Já, þetta var mér sem með Welterset scaling, sko. Einmitt. Ok. Super MS þarf að gera eitthvað fljótt, annars er hann að fara... Já, flottur. Komin hérna. Nei! Oh my god! Þarna er þetta. Ekkert. Hann náði actually að blokka Ino jumpscareið þetta skiptið. Oh my god. Kleppi, ég veit ekki alveg hvað er að gerast, sko. Hann var örugglega að reyna að catcha eitthvað. Hann var ekki viss. Oh my god. Hvað er komboið? Ég held að þessu... Nei, ok. Jú, þessu, og svo... Hann náði honum með overheadinu. Þarna tekur hann Super MS leik 2 hjá sér. Þetta er mjög jafnt hjá þeim. Þetta er alveg hnífjafnt, sko. Full health comeback líka, þetta var crazy, sko. Alveg rugglað hérna hvað þetta er. Þetta er bara... Þeir eru andast má á milli leikja, sko. Já. Þeir hafa ekki mikið matchup experience á móti hvoru nefnilega. Nei, nefnilega ekki. Þeir eru bara að gera sitt thing og vona að kemur ekkert character specific dæmi upp. Þetta var insane purpose Oh my god. Og throw, fær hérna, knockdown pressure. Beint inn í command grabið. Þetta er stórt damage. Gegnum vegginn, hard knockdown, hvað gerir maður? Deyr. Ok, hann er allan safe hér. Hann veit að hann hefur bara, hann getur bara verið blokkt, getur bara blokkað hana. Nice! Beitar YFC-ið. Alright, hvað gerist nú? Þarna kemur hann, kleppir. Já, hann er Nei, hann droppar! Og 6p bjargar honum þarna í lokin. Þetta hefði getað verið mjög slæmt. Allt í lagi, Super MS hérna. Hvað er responsið? Það er að byrja bara strax í big offense. Nei! Overheadið, það er svo erfitt. Það er svo erfitt að díla við þetta overhead. Þetta bara, þetta er ekki nógu mínus til þess að punisha með einhverju góðu. Wallbreakið. Já, Super MS með tæplega full Jealous Gauge. Einmitt, hann getur, og það er bara jump heavy. Það er ekki meira. Það er ekki meira, þetta er bara góðu tæki. Nei, þarna kemur það. Rýta jumpinni. Overhead! Fær hérna wallbreakið.
Flottur, hann var nýkomið burst. Ok, full jealous, með á Roman cancel. Hérna kemur það. Hann ákveða frekar honda míturinn í superið og hann var blokkaður í loftinu. Missar! Hann droppar þessu komboi. Nei! Og í alveg svakaleg scramble hann í lokin. Nær hann Super MS. Tekur settið. Heldur áfram í Winners Finals. Djöfusins hetja þessi maður. Frábært sett. Það var ótrúlegt sko. Já. Viljið þið ekki fleiri kommenta á Ómar setti þá? Jú, það ekki. Þú og Super MS. Það er líklegt. Það er örugglega að koma hérna sko. Ómar á móti Dan 50 kemur inn á næst. Spennandi að sjá hvernig þetta fer. Ég held að Ómar náði actually að sigra. Já, hann tók sett á honum. Einmitt, hann tók sett á honum eitt skiptið þarna. Já, þetta var sko, hann tók sett á honum og svo fengur runback í loses og þá fór Dan 50 inn á dust loop. Meinar, hann náði knowledgeið. Já, hann náði knowledgeið. Þetta er málið, maður þarf nefnilega að ná í þetta knowledge sko, til að vita hvað maður á að gera mútið hverjum karakter sko. Nefnilega sko. Alveg hættulegt, sérstaklega með karakter svo Elfeld, þar sem hún bara heldur áfram og stoppar ekki sko. Og er endast að reyna að fissa eftir cross-ups og leiðundum sko. Og high-low sem er bara easy ass rekka sko. Bara ef 6P er ekki rekkaði þá bara... Það var bara heldur hann áfram. Já, bara guess for your life sko. Jöp, þetta er málið. Og það er nefnilega málið, hvað mun Dan gera? Mun hann muna eftir þessum hlutum? Mun hann heyra að við erum að tala um það? Sko, þú heyrir það ekki frá mér, en Ómar var vakandi til 3 í nótt að studja Batman matchupið. Nei, alvöru? Já. Ok. Mér lakar til, ég vil vita hvað maður gerir á móti Batman. Ég veit hann ekki heldur. Ég veit hvað maður gerir á móti Batman. Ég veit það ekki heldur sko. Ég veit mjög örfá hluti sem ég læriði gegnum það að spila eitthvað matchup á móti Super MS, hann var að reyna að læra á bet. Já, ég veit ekki neitt sko. En þú veist, hann var aldrei með þessi crazy ass setups sem hann getur bara fengið hvenær sem er, eins lengi og hann er með error, skilur við available. Já, þetta er bara... Þetta er skrítinn karakter sko. Já. Maður sér bara sjaldan hvað er í gangi sko. Einmitt. Maður bara, ég hef ekki hugmynd. Ég honestly hef ekki hugmynd hvað hann er að gera stundu. Það er sérstaklega þegar ekki allir karakterar geta bara 6P auðveldlega, þú veist, jump dust dance. Það sem bara stroppa bara niður. Hans er svo... Já, hann er með svona hátt og svona. Já. Ég held að Slayer ætti að geta en þú ætti að tæma alltaf vel. Það er ekki stæðsta hitboxið af því, en það fer báðum megin. Er þetta Faust eða? Yes, það er Faust hérna maður! Er þetta Faust og gildi ekki eða? Þetta er geggjað, við erum með Faust í... Nei, þau eru heima sko. Við erum með Faust bara í salnum að horfa á þetta. Hann er hérna doktorinn að ákveða hvort þetta sé legal practice eða ekki það sem við erum að gera hérna á skjánum. En ef þú horfir til hægri, þá var Elfeld Valentine sitjandi í settinu hann. Já. Sérðu það, hann meðbandi sko. Þetta er awesome, ég elska þetta við okkur að við erum hérna að byrja að mæta í búningum. Sko, ég vil ekki claima að ég hefði byrjað þetta, en ég byrjaði þetta sko. Þegar ég kaupi þessi glerugu sko. Þessi glerugu voru sick sko. Þeir eru þetta heima núna því ég var ekkert að spila í dag, þetta er svona luck charm skilur. Já, nefnilega. Er Dan 50 inn á dust loop eða? Hann er inn á dust loop, hann er bara, ok Pítur, leið mér að checka hérna nokkur notes, herru, já, ég ætti að geta tekið það núna. Já, þetta að skoða smá frame þetta að býta aðeins. Já, hann er mínu 7 þarna, ok, ég bara, ok. Ég fæ bara closeless frítt, skil. Johnny? Nei, ok, eins gott sko. Ekki það að Batman hjá honum, eða bara Dan yfir höfuð, hann er svaka duglegur í að 6P og hann kann að 6P á réttum tíma. Það er bara, og hann er mjög góð líka að þegar hann gerir 6P að minnstakosti reyna að gera sig eitthvað safe með því að fara beint í special. En bara, þegar þessi Batman karakter er komin að þér og svo dettur hausinn á hann allt í einu, allt springur, maður sér ekkert hvað er að gerast. Ég bara gefst upp, sko, þetta er bara erfitt matchup sko. Sér aldrei hvað er að gerast. Þetta er mjög líklega eitthvað button check eða eitthvað núna í gangi örugglega. Já, eins og með flesta sko. Finnum þetta út. Banger lag by the way. Jú, það er það. Þetta er crawl. Banger. Það er gott. Já, button check. Check á Róma kassanólum.
grænan kristall? Skell okkur inn í þetta set. Herru. Ég er mjög spenntur að sjá hvað Ó já, ég vil það líka, þú veist, sérstaklega því að Ómar þess að sendi mig í loser, sko. Ég vil sjá hvort að hann getur tekið Danielna. Já. Ætlar hann að giftast fucking rúminu, eða? Hún reynir að giftast þetta sem lappar, sko. Ekki litlu stelpunni, please. Nei, láttu hann í friði. Láttu hann í friði, þú gerðu það. Wow, ok, ekki, hann næri ekki alveg conversionu. Bara straight jumpin, bara instant air dash í jumping heavy. Giska rétt á rekkaðinu. Ok, já, 6P-ið, hann veit þetta, Hann má ekki gera þetta eftir 2D, sko. Sko, eftir sömu ús getur hún farið bara inn í rekka for free, til dæmis eftir 6 heavy og 2 heavy má hún bara fara inn í rekka for free. Ekki eftir 6P-aða, sem er alveg smá rugl. Nei, in my ok. opinion. Og flottur. Whiff var beita 6P-ið, já. Síðan, þetta er eiginlega bara gameplanið hennar Röðfeldt, bara, þú veist, er hennar beita út 6P. Einmitt, leina whiff punisha með þessum löngu normal sem hún hefur. Mixu bara hvernig hún ferði inn í rekka, það er það sem átt að gera, sko. Já, þetta er málið, það má ekki vera að lægja ómikið af þessu. Og þarna, já. Já, þarna kemur það, cross-upið. Flott, gott damage. Því miður næri hann ekki að halda áfram hana. Ok. Cancelaði hvort annað út, projectilinn. Já. Mid-screen clash. Þessi karakter gerir líka damage, það er annars Já, það er alveg scary, sko. Þetta rúm gerir alveg damage, sko. Svo sannarlega sem eitt af heavy-jónum á einmitt gera hann það er bara, hann fær það ekki alltaf auðveldlega. Hann fær það helst úr stórum counter-hitunum. Já, en þegar hann er með rétta setupið þá gerir hann big damage. Já, þá gerir stupid damage, stupid damage. Þarna, bara BRC back í projectile, sko. Það er bara, þetta er svaka erfitt að sjá þetta líka, sko. Sérstaklega bara, þú veist, mikið af stageum í þessum leiku líka svo björt. Þú sérðu ekkert endilega alltaf gaddan, sko, bara fljúa í áttina þér. Það er svolítið mikið það sem þessi karakter gerir, þú veist bara ekki hvað er að gerast. Já. Bara, já. Flott þarna. Það er cross up. Nice, fær hérna gott counter hit. Nice. Wallbreakinu með sprengjónum. Þetta verður dálítið erfitt gísk. Já, þetta draf mig, sko. Já. Nei! Þetta er nýtt hack. Wow, nei, hann hefur nóðið á mig. En þetta er gott hack, þetta er gott hack. Þessar helgar nýtt hack, skilur. Bara nýbúin að læra þetta. Líka. Nice, komið hérna, nærur hérna með cross-upinu. Báðir býða mjög patient eitthvað. Hvað er, þetta var sniðugt. Fara ekki úr bara sömu gömlu tökunum í þetta. Meaty rekka er líka svo sterkt, það er bara... Ég horfði í burti í ángriðs 20 sekundur og maður er að fara að taka leik, svo Þetta er að ruggla, sko. Elfeld líka með gerir hann að leik svo fast-paced. Býttu nú við, hvað fær hann hér? Hann er að koma sér í gott situation hérna. Nei! Shieldið. Ok. Þetta er scary. Whiffar farslösa. Núna má Ómar ekki gleyma, hann er með error. Já, gott. Reyna air to aira þetta líka, þetta er... Oh my god, stop whiffed to it. 6P en hann... Nice! Hann tók hann með shotguninu. Bara rekkaði, sko. Bara rekka. Og Ómar tekur leik 2. Alveg dominant líka, verð að segja. Nei! Gott hjá honum, hann er með takkan, sko. Hann er að ná hann fullt með þessu, sko. Það er nefnilega málið, sko. Hann er með takkan til að punisha þessi random 6Ps. Það er ekki allir karakterar með svona gott langt normal til að punisha þetta 6P. Þetta er ótrúlega erfitt 6P til að punisha. Finnst mér allavega. Já. Ég
Eitt skrítið við þetta buttblast move að hún, fyrir eftir hvernig hún speysar það, en hann getur verið plus eða close to punishable, sko. Hvað? Hann ákvað að masha þarna til þess að bara taka, hann ákvað ekki að fara eftir þrói. Nei! Meaty giga plus frames, þetta, oh my god. Hann droppaði. Hann hefur sjens. Já, byssa, já, Já, þarf vel að bara bursta þarna, sko. Hann ákvað bursta að giska 3 sverri röð. Ok. Hvað er planið? Oh my god. Nice, hann er kominn hérna. Þetta er ekki eins og svona mýtir þarna í lokin. Það er alveg mjög jafnt hjá þeim eitthvað. Nefnilega, sko. En maður einhvern veginn var að búast við því, sko. Þeir eru báðir bara, búin að vera stöddið að hvern annan einhvern veginn. Maður sér að knowledge er að bara pay off. Já. Á báðum hliðum. Ég held að, þetta hitti cross, my god. þetta fet aldrei fyrir aftara nefnilega. Þetta er mjög hættulegt að reyna að crossa upp. Já, Deflected gerði bara ekki neitt, sko. Nei, það var hann að gera það ekki á móti Elfeld. Nei. Hún fær bara að halda áfram, eins og maður segir. Og hann er döður, já. Gott hérna, Ómar allan að kominn hérna með round sjálfur. Ok, gott skot. Vá, hann stoppaði errorið með skotinu. Þetta er svo skrítið neutral í þessum matchupingum minn, þeir bara... Þeir eru alltaf mikið að fisja með projectiles frá langt í burtu og svo eru þeir bara animals. Já, Þú veist að þeir eru up close. Alveg smá dæjar hérna fyrir Dan, ekkert burst, ekkert meter, Núna eru báðir ekki með burst, svo hvaða kombo sem kemur inn að næst gæti verið alveg critical. Critical fyrir að enda leikinn. Þetta YRC eftir að komast út. Nei! Hann Þetta bara var notar þetta að komast brjálæði. yfir með sprengjunni. Þetta hef ég ekki séð áður. Þetta er var flott. crazy, Sko notar þetta sem svona manúver. Já, ég hef ekki séð hann gera þetta áður, sko. Það er gott að sjá hann koma með ný þetta var tricks ógeðslega- hérna í top 8. Já. Nei, og close last til þess að enda þetta match hérna. Svo er núna næsti leikur hérna. Ég get ekki sagt hverja fyrir að vinna undan, sko. Nei, það gæti vel verið að þetta verði Super MS Kleppi situation. Að Dan nær 2 leikjum núna í röð. Já, mögulega. En með hvað Ómar er búinn að vera dominating so far hérna bara í neutralinu yfir höfuð, þá veit ég ekki. Hann bara hreinlega stendur sér frábælega. Ég bara, þetta er ótrúlegt, sko. 6P því miður whiffar. Já, ég þekki hann, sko. Ég má alveg finna hann, sko. Svona. Ok, flott. Hann er með RC eða eitthvað til þess að gera svona mistök akkurat. Plus frames inn í plus frames inn í plus... Nice, ok. Þetta er crazy tech, sko. Flott, þetta er techið. Flott. Akkurat nógu mikið. Nei! Því miður. Þá flýgur hann yfir og fær örugglega gott punish hérna. Já, bara close less punish. Þetta verður damage, sko. Og ekki death. Nei. Hann er með sjens í þessu rándi hérna. Hann er komin undir hann og... Skotið. Hann reynar bara að leita openingi. YRC. Mjög góð faultless defense hana. Nei, Wow, og whiffar wild assault. nær hann hérna með errorinu. Og er punishað fyrir það. Erfitt að predikta hvenær errorið mun koma, sérstaklega ef maður heyrir ekki alveg nógu vel í hljóðinu, sko. Já. Flott backdash hjá honum Dan til að catcha þetta. Fær hérna annað explosion. Já, hann er bara komin í grinderinn. Núna er hann komin loksins út, það er bara spurning hvernig mun hann ná að... Hvernig vinnur maður þetta? Hvað gerir maður? Já, hvað gerir maður þegar hann er komin með þig, sko? Hann er byrjað að errora á fullu.
Býtu, Og- hérna, þetta gæti verið sensinn. Hvað gerir hann? Og slowdownið stoppar hann hérna frá því að byrja offensið sitt. Þá Dan komið með 2 leiki hérna. Þetta hnífjæmt alveg eins og áðan. Bara bæði winners settir hafa verið alveg klikku so far. Sjáum hvert það fer. Alveg svakalega góð þessi just defense hjá hann og Ómar líka. Hann alltaf góður að blokka akkurat rétt á tímanum. Já, ég bjóst ekki við því, sko. Þarna hann 6P-ar. Grenade hoppið því miður og Insane damage. Þetta klikkað og wall carry bara líka var alveg helviti gott. White Wild Assault. Fyrir svona slow big karakter. Já. Og þá Dan hérna kominn á bara set point sko. Hann er að díla við allt sem Ómar hefur verið að gefa honum hérna í síðustu matchum. Flottur náður hann en ok, hvað fær hann út úr þessu? Hann fær að blokka YRC, sko. Ok. Aldrei mikið að spila neutralina bara og bíða. Close, bara anti-air closeless. Ok. Inn í wallbreak, já, bomb vest. Nice, bomb vest, akkurat. Hann gerði ekki cross-up! Nice er á safe jumpinu. Það var greinilega pay off, hann rugglaði alveg Ómar og hann náði ekki inn einu kombo eftir á. Já. Og hérna close-laði sig til þess að finisha þetta round. Ómar og Dan núna á set point. Hvernig mun þetta fara? Þetta alveg svakalegt. Hvernig díla maður við þessi offense á þessum karakterum? Ok, áhugavert. Mashar eftir að vera hittin að þessu. Counter it. Cross-upið! Cross-upið. Hann gæti fengið eitthvað hér. Hann ákvaða ekki að Roman cancela. Allt í lagi. Ómar hérna með full meter. Tilbúinn að, Block beitar YRC, já. Flottu þarna hann, Dan. Og hérna þetta tekur hann búið. leikinn. Dan, oh my god, gæinn er... Tag 50. Sleppaði að lemja í borðið, en já, stóllinn er örugglega fæn. Aldrei sér Dan 50 poppa off á þessu, þetta var... Hann er greinilega búinn að vera stressaði fyrir þetta matchup. Ég held að sé líka ekki bara aðdáðandi af Elfeld. Nei, hún er daldið, þú veist. Rambunctious. Já. Já. Það er gott orð fyrir það. Já, rambunctious. Rambunctious, sko. Og hann var alveg... Ég þarf bara að knúsa hann, sko. Ómið þarna býður spenntur eftir knús frá Og maður þú ennþá í losers, þetta er allt góð, sko. Já, hann er ekki úr mótinu. Nei, hann er ekki ennþá úr mótinu. Það var bara spurning, hverjir verða næstir? Er það ekki... Egill Kleppir? Nei, ekki Egill Kleppir, hvað er að bulla? Kleppir Chief, það er ekki þú? Þú ekki þessi Chief gæi, eða? Arnór, hvað er staðinn? Ég að fara? Já. Þá fer ég hérna að keppa á móti Kleppi. Jæja, þá erum við komnir aftur og ég er mættur aftur. Já, þessi gæi hérna. Þannig að við erum að fara í Klepp, Chief, eða ekki? Jú. Þannig að það verður þá... ok. Hvað var þetta? Hvað gerði hann? Ég sá þetta ekki. Dan gerði svona við mig. Hann gerði þetta líka á Ómar í gær, sko. Hann var spenntur, sko. Ég var í salnum, þetta var gott sett, sko. Já, það var gott sett, sko. Ég hef aldrei séð Dan 50 poppa off líka, sko. Já, hann hatar þetta matchup-a brand. Hann hatar að spila móti Elfeld.
Já, sko, ég sjálfur er ekkert einhvern aðdáandi skilur, en ég hata aðra karaktera miklu meira. Það bara... sko, eitt sem hann sagði mér er að allir geta backdassa þú veist, gessað að gera backdash á startaðarekkanunar Elfeld. Já. Nema Batman. Þannig að þess vegna hattar hann match. Ég meina, kann hann ekki á Axel eða eitthvað, þú veist? Er hann ekki? Já, stu, hann gæti alveg púlað út Axelinn, sko. Það var, hann myndi örugglega, ég veit ekki hvað mikið hann er æfður á honum, en... Það er 50? Já, ég veit ekki hvað, ég hef ekki vita að hann hafi verið að spila. Var hann 8 mót í röð á Axel? Já, ég meina, þú veist, ég held að hann sé ekki múið að spila náttúrulega tíma. Já, hann er fully in á bed. Já. En komið nóg að því að við erum, held ég annarkvort, erum við að fara í Battlesack eða erum við að fara inn í leik? Það er spurningin. Ég bara sé ekki einu leikinn til að byrja með, sko. En við erum hérna með mix-up karakter á móti karakter með ekkert reversal, en karakter með low health á móti karakter sem gerir stupid damage. Já, er Ino með low health? Minnir það. Stu, ég bara heillega mannaði ekki, sko. Ég bara... Gæti alveg verið á sama stað Chaos kannski, bara svona... Hún er allavega ekki high health, ég get lofa þér því. Já. Ekki mikið kjöta á þessum beinum, sko. Það reyndar. Svolítið disappointið að það völdi ekki nýtt lag. Kroll er gott í eitt set, sko. Völdi ekki nýtt lag. Völdur ekki nýtt lag? Nei, þeir eru ennþá með Kroll, sko. Damn. Það var komið upp á okkur og sagt okkur að skipta lag. Já, ok, hann er að skipta lag. Já, ok. Chief nennir að sitja á drift. Það er komið óskalag frá commentary, það er drift, já. Nei, ok, hann er að sitja á Feel It Event, ég veit ekki hvað það er einu sinni, sko. Ég er að finna þetta. Factor health. Ég veit að þetta kemur okkur óvart, en Superless er á Dustloop. Hún Ino er í kringum Elfeld og Axel. Hún er aðeins meira en Happy Chaos. Hún er með effectively 12 meira health. Það er eitthvað, sko. Það er smá. Það er eitt... En er það að fara að breyta ykkur á móti pælbankar? Loops? Nei, einhver, sko. Þannig að... Slayer er ennþá Slayer. 12 health er ekki að fara að breyta því, sko. Við erum auðvitað að láta introin rocka hérna, við byrjum öll sett á því. En líka, Slayer er með mjög gott 5P til anti-era. Já. Og það er risastórt í Ino-matchupuna að geta gert 5P pressure. Til þess að, þú veist, að call out að hún sé að gera hana float dash hennar. Já. Þannig að við ættum að sjá áhugavert sett hérna. Ég held bara þóra eiginlega ekki að spá neinu hérna. Nei, ég bara sjá hvað gerist. Roundstart, bara 5P. Það ætti að vera wall break. Já. Góð byrjun hjá Klepp. Já. Chief burstar ekki, hann heldur í. Þetta er ekki neitt fyrir Slayerna, það er... 6P! Já, akkurat. YRC hana. Bara immediate YRC. Beintin í combo. Og þetta ætti líka... Nei, droppar! En þetta var bara reset. Þetta var reset, sko. Oh my god! Þetta getur verið stórt! Oh my god, hvað er heldið hans? Jesus! Hvað gerði þið, sko? Hann er ekki með mítar til að... Hver forröldaði hann Slayer? Droppar! Og þarna er það. Oh my god. Tekur fyrsta rándið. Roundstart Pete Andy, þú veist, halló? Chief gives no fucks. 8 stroke. Setur upp nótuna hérna. Það er lowið. Ætti að vera wall break og við erum með super, þannig að... Já. Nú erum við komin í mix-up hérna og hvað er það? Nær honum með seinna overheadinu. Actually burstar. Hann er öruggur, hann getur snúið svo við. Já, hann þarf, ok. Commentators curse, eða eitthvað. Sko, ef þetta roundstart þú hef ég að counter þetta, hann dáið, sko. Counter hit. Þetta ætti að vera wall break. Nei, eða ekki. Þetta vil ég bara freka corner. Master's Hammer. RC. Næstum því. Rétt svo. Þetta var crazy. Dash up 6P. Og það er 1-0 fyrir Crownless Chief. Þetta er Slayer karakter, sko. Þetta Slayer er karakter. Næri ekki að pona svona fyrir.
Já, super. Þetta alveg damage sem hann að gera, sko. Já. Já, þetta Með RC maður sér þetta Nei! Hann blokkar ekki á leiðinni niður. Ég var að labba þetta super daginn. Já, þetta maður þarf bæði að hoppa og blokka. Nei, maður þarf bara að fara frá aftan hana. Já, það? Já, maður getur bara Getur maður gert það? Allt þetta draft sem er frá aftan hana. Já. Þú verður að standa aðeins fyrir aftan það og þá ertu góður, þá trakkar þetta eða ekki. Ég var að labba þetta daginn, sko. Já, það er verið að gefa Chief hérna matchup information. Chief! Hann er dáinn, sko. If first you don't succeed, try and try again. Átti ég að klára þetta, eða? Ha? Átti ég að klára þetta, eða? Já. Sorry, ég er að horfa gildi hérna, sko. En það er 1-1 og við... Já, 1-1, þetta er bara... Sammála. Já, 1-1, sko. 6p hérna og við... Gott. 6p, sko. Þeir eru bara að pota... Það eru bara pokes að koma út. Reversal, super. 2 þrá. Er þetta 3-2-6? Hvað er í gangi? Nei, þetta er góður leikur. Hann er með! Hún er dauð. Hún er ekki dauð, það. Jú, hann er með... Last Horizon. Hvað er þetta super í leiknum, bæði? Hlýtur að vera. Ég held það. Þetta eru 3 hits. Ég held þessi dauð, sko. Já, hvað eru að segja? Þetta er slátrarinn, sko. Þetta er slátrarinn. Það þarf ekki mikið, sko, þegar maður er 100 tennis. Nei. Er þetta geitin, eða sást þetta? Ponnes er ekki whiffað af pælpankarinnum. Ekki conversion sjá Chief. Og er hann dáinn, eða? Það er loops. Nei, ok. Droppar. Droppa loops. YRC. Nær ekki að Ponnes whiff stage Og stroke. hann er hann er, ok. Ok. Hann var ekki dáinn, en svo dó hann, skilju. Hann var ekki dáinn sem á stund, sko, en svo dó Það hann. var ekki dáinn. En svo dó hann, já. Hann er 2-1 og Chief hérna þarf bara einn leik í viðbót til að koma sér áfram. Það þarf að vinna nútrál tvisvar og þá er hann búinn að vinna þetta sett, sko. Fór hvað? Er hann... Þetta er bara matchup sem ég hef held ég eiginlega aldrei séð. Ég Ekki bara... á high leveli allavega. Hvað varð healthið hans eiginlega? Hann slegir á það. Þetta var first beat? Bara droppa kombóinu og hann er Og dáinn. hann er að Chief á set point hérna. Gateinn okkar. Whiff á 6p. Sko, roundthar stroke er alveg smá my arch nemesis. Og fljótur að þessu. Og Næri ekki superinu. Já, þannig er það. Akkurat. 5p til að koma til Og þetta mynd pælbanker og það er... Giskar vittlust on wake up. Hún er bara eldans alla leið út af Ah. horn og það er beitað börstið. Sko, ég er ekkert bæjast, skilju, en ég er alveg smá bæjast. Þetta var alveg smá hero burst for Chief. Ég er ekki bæjast hann, sko. Ég er satt alveg bæjast. Getur hann ekki fengið confirm hann með 5k eftir counter it, eftir counter it, hvað er það? Counter it K-mappa, getur hann ekki fengið 5k inn í annað K-mappa eða eitthvað? Jú, Eitthvað en bull. ég held að það er space dependent ef ég mann. Já. Rétt. En það fer fyrir eitthvað langt, þannig að það er ekki mjög dependent á því. Og ég sé Og elda svo eld. það er bara eitt í viðbót. Sko, Og sé til Aldous áfram. Hún hoppar út! Og þetta er komið og það er Crownless Chief sem heldur áfram. Kleppur stóð sig glæsilega, endar í 5. sæti hér í dag. sem er respectable, sko. Bara helviti góð, bara mjög vel spilað um Klepp og... En hann Chief heldur áfram og... Við förum þá í... Egil Ómar. Egil Ómar, já. Þá erum við með... Elfeld. Elfeld Kikís. já. Elfeld Kikísk. Það er ekkert hvernig það fer, sko. Ef við hinskilin.
Þannig að ef við kíkjum á bracketana þá erum við með Crownless Chief í loser semis. Við erum með þá mig Þú. og Dan í Já. winners final. Og nú eru Ómar og Egill að fara að reyna að keppa að fá mætunum Chief í Já. loser semis. Þannig að við ættum að sjá það bara fljótlega, ég veit ekki alveg... Ég var að heyra tekja fyrstringu, þá missi ég átíu, sko. Þetta er alveg... Já, jú, ég heyri Silly hvernig þetta virkar, sko. Já, ég er ekki búinn að vera ég var off-counter svo lengi, ég tók ekki eftir. Já. Þegar þeir tekja fyrstringu, þá missi ég átíu, þannig ég veit hvernig það er að tekja fyrstringu. Ég misti það líka. Já, Ég heyri ekki til leiknum. Ég heyri heldur ekki til leiknum, sko. En... Við erum með the guy in the chair hérna. Já, hann... The guy in the chair, sko. Gæinn í stólnum, sko. Já, ég veit það. Mér er alveg sama, sko. Nei, hann auminginn, hann er algjör kongur og við verðum enginn okkar væri en annars. Ég ætla bara... Nefnilega ekki, sko. Bara, þú veist... Geitin, sko. Þetta er geitin, sko. Þetta er Þú veist, sama hverju vinna mót, andurinn með maðurinn þannig í stólnum, hann er geitin. Hann er eina ástæðan fyrir að senan er eins og hún er í dag. Það er þessi maður. Þannig að ég bara, þú veist... Það er aldrei hægt að þakka henni nóg. Thumbs up frá Við fáum thumbs up frá konginum. En við ættum vonandi bráðum að fara að koma okkur í settið hérna. Eða erum við mér sýnist á skjánum að við séum á menjúnu. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi. Egill stendur upp á hannarann. Ég sé hann, sko. Já, ég sé hann líka. Það er inn á litla skjánum hjá honum Arnór. En hann er þeir og auðvitað Ómar krútið. Hann er svo mikið dúlla, sko. Hann er með svo ekki dúlla. Með þetta headband, sko. Hann lítur alveg út þessu elfælt, þau eru tekið eftir því. Já, og síðan spurningin, ég er bara að bíða til að mæta í full cosplay, sko. Ég vil ekki líka neitt, sko, en það er in the works, sko. Insider information en það er in the works. Ég mætti einn daginn hérna í Happy Chaos cosplay, alveg blár, sko. Það er ekki spenntur í það? Jú. Ég hef bara cosplay með svona tube top. Nei, ekki alveg það. Það var svona erfitt að cosplaya karakterinn okkar, þú þarf að vera bara í bandages og tube top og ég þarf að vera blár, sko. En hann Ómar er með hárið, já. Hann er nefnilega með hárið. Hann er með frekar langt hárkall. Og hann lítur líka bara nákvæmlega út eins og elfælt. Hann er bara að lita það hvítt. Hann er bara að fara í klippingu og láta þið, aflita og láta það vera hvítt. Já. En hvort sem að fara í button check eða ekki, ég held það. Ég myndi giska á það. En við erum með Kai Kískalfætjan og við erum með... Við erum með hana pappa Sins eða eitthvað. Já, eitthvað hann. Hann er eitthvað mikilvægri lóra eða eitthvað, en... Ég fylgist ekkert með þessu, sko. Og við erum, já. Þegar Ómar trúir ekki að button checks, hann stendur bara annars, sko. Hann er bara Aura-farmer, sko. Hann er Aura-farmer. Hann stendur á hann. Ok. Þeir eru taking turns, skil, sko. RC virkar og allt. Já. Þetta reddast allt, sko. Þeir eru með unika þýmið. Carpe Diem. Já, hún er með... Er það? Já, Carpe Diem, það er þýmið hennar. Nýjasta lagið. Hvað finnst þér um það? Þetta er, at the end of the day, þá er þetta Naoki lag. Já, þetta er Naoki. Þetta er ekki Rock Parade, skilju. Já. Þetta er ekki Rock Parade, sko. Það er... Horfðu í augun á hvað erum essentially í smá stund. Hérna svo áfram. Og Ómari byrjar hérna. 6P! Wake up 6P! Beitar burstið! Nei, beitar DP-ið en beitar ekki burstið. Beitar DP-ið og ekki burstið, sko. Þú varst með þetta svolítið... Og beitar DP-ið aftur! Og þetta ætti að vera mikið damage hérna. Og giskaðu, nú þarf það að giska! Guess for your life, sko. Og það er cross-up. Já, hann er dáinn, sko. Allt sprakk. Heyrðu þið byggar? Ekki spoila, við sýnum hana eftir. Fyrir ekki, ég sagði ekki neitt. Já, ég veit. Þannig að... RC til að halda upp pressurunum. Gott mash og Ómar. Og Egill er kominn í hornið. Nei, úr horninu. Hann var í horninu í 5 sekúndur. Nei, svona 1 sekúndur. Giskar ekki rétt að rekka henni. Og beitar burstið og tekur leik 1. Má nefnilega ekki bursta þarna. Það má nefnilega ekki. Það má nefnilega bara ekki bursta þarna, sko. Maður er að bursta á allt öðrum stað. Nei, þetta move þarna in particular er burst safe. Já. Sem er skrítið, sko. Nei, en hún er ekki að gera neitt. Það er sprengjan sem er að gera allt. Það er sprengjan sem er að gera all the work, sko. Þetta er líka safe jump, þannig að auðvitað bursta alltaf. Já. Burst beitar þetta, meina. Cross up. Egill burstar, kemur sér úr þessu. Air to air footerarki, þetta var crazy, sko. Hann Ómar er að spila
Ég hef ekki séð hann spila svona vel oft, sko. Þetta er Einmitt því ég segi þetta, þá er hann commentator's curse. Ég myndur að segja þetta á messir hann inn í blockstring, sko. Maður má aldrei neitt segja eitthvað sem spila vel og Þetta var crazy, sko. Og þarna Ég held eitthvað fyrsta rándi. round start, throw! Klassik, sko. Þessi Kai Kis karakter, hann Throw þróar aftur, stundum, 2. Empty low. Whiffar throwinu. Bara aðeins að flýta sér. Cross up. Droppar. RC til að halda þessu gangandi. Ég veit bæði og enda ekki hvað Kai Shock State gerir, sko. Gerir fullt af móðun hans plus og gefur henni different properties á hit, ef maður er. Já, Þú veit flúdrar, þú veit þannig að hann hoppar upp og sparkar. Já. Það er plus, en það er plus þá. Það er líka plus ef þú blokkar að crouching. Ég skil. Og En já, það með við verum eitthvað að bulla Shock State, þá tekur eigin leik. Það er Kai counterplay 0,01. Það er miklu meira sem það er að hugsa en þú ætti að muna það. Já. Líka muna hann með DP. Er Kai með DP? Ekki gleyma, hann er með DP. Er hann með Dragon Punch, eða? Hann er með Dragon Punch. Hann er með Dragon Install líka, en við erum ekki búin að sjá það. Hann með, vissir að törmið install kemur frá Kai Já. Dragon Install, eða? Það kemur frá Soul Dragon Install, en já. Hætti þessu. Má ég aldrei hafa réttir mér, eða? Stundum ekki. Ó, ok. Damn. Bara swattar hann úr loftinu eins og fluga, sko. Hann er með 100 tensionina, það... Og ég held Þetta- að Egil sé Þetta þá, gæti sko. verið nóg. Nei, við ætlum að fara í bomb. Og ég ætla að giska hérna. Áhugavert. Já, nei. Já. Þetta var allt planned, sko. Allt Ekki bara planned. að stressaði yfir þessu, sko. All according to plan, sko. Alfeld 6B, það er takki. Það er nefnilega takki, sko. Það er ótrúlega takki. Eða var þetta setup? Ég bara veit það ekki. Ég bara hreinlega Tap get ekki dust. sett þetta, sko. Eipa, Og þrastu. hann er að... Anti-air 2 heavy, sko. Og actually burstar hana. Blokkar charge stuffið. Og, já. En Egil tekur sinni rándið og... Bara... Ég held að hann hafi getað burstbitað hana. Ekki viss. Þessi conversion, sjá hann Ómar. Ó. RC aftur, Blokkar blokkaðu. double-lowið. Blokkaðu. Blokka þetta allt. Þessi close-less punchaði second hit. Ó. Droppar kombónu. Og þetta ætti að vera nóg fyrir Ómar. Og það er 2-1. Damn. Þessi Elfell-karakter er alveg... Hún getur alveg gert hluti. Getur gert hluti. Millia Rage, spurningamarki. Erum við að fá switchana? Ég verður að sjá... Jacko! Og hann er búinn að lokka inn! Jacko! Þetta þýðir bara að Egil, sama hvað, þarf að spila Jacko út settið. Hann læsti það inn, hann hugsaði ekki, það var bara ákveðið. Hann var búinn að ákveða. Þannig að ég held ég hef aldrei séð hann spila Jacko í bracket. Ég hef séð hann spila casuals, en ég hef aldrei séð hann spila Jacko í bracket, þannig að... Þetta er alveg... Þetta er áhugavert. Já. Og ég held að leikplanið hjá allir hérna sé að spila keep away, en það er ekki að ganga. Minions. Hann er að halda sér á full screen hérna, að reyna að spila og... Ég held að við höfum ekki séð Jacko á landinu hérna síðan og það er beitt í súperi síðan Slepptvel keppt á háringnum í fyrra. Þetta er bara seinasti karakterinn sem ég bjóst við, sko. Já, ég var bjóst Millia og svo bara lokkaði henni Jacko. Þetta 6B er silly, sko. Og counter hit og þetta ætti að vera nóg. Já. Sæll maður. Kannski var þetta bara rétt ákvörðun. Jackoinn. 6P. Reynar að hlaupa burt, en hún sleppur ekki. Low.
Nú þarf maður að gefa blokkar. Blokkar þetta allt. Það er ekkert Frozen Closeless ef hún ekki nú þegar með minion úti. Þetta er skrítin karakter sko. Ég hreinlega veit ekki alveg hvernig hún virkar sko. Evo-winning karakter. Ha? Evo-winning karakter. Já. Nitro New York. Já, Nitro New York. Einn af þeim albessu. Sko, og þarna er það Ómar komin á set point. Ég minni mig að þetta meter sé að þetta lime-gula þarna. Já, það er minions og gráa er actions fyrir mig. Já, þetta er skrítin karakter sko. Þetta er mjög mikið resource management, en ef hann Egill getur komist á stað, þá getur hún verið ótrúlega erfið að díla við, eins og við erum að sjá núna. Maður þarf að blokka svo mikið. Þegar þú ert í hotninu, hann er ekki með hennar minions úti sko. Já. Oh my god, hún fór svo langt eitthvað. Nei, droppar komboið. Þetta hefði mögulega getið verið nóg. What? Yellow burst. Burstar. Og ég held að það sé búið sko. Er hann að fara, hann droppar. Nei, Egill messar út og það er 2-2. Jacko counterpickið. Er þetta... Og auðvitað Ómar aldrei að fara að skipta úr Elfeld, það er ekki að fara að gerast. Nei. Bara spynnið með Closeless jumpinu. Sko, Jacko corner pressure er bara tæplega það besta í leiknum. Maður bara veit ekki hvað maður á að gera þegar maður er komin í hótnið á móti þessum karakter sko. Þetta counter, þetta pick hjá honum, þetta switch hjá honum, allir er að ganga ótrúlega vel upp. Actually burstar hana, það var, já ok. Og Egill er komin á set point. Ég held að þetta hafi bara verið smá svona sjokkpúl úr þessu karakterústir, bara svona Jacko í alvörunni. Já, ég veit að hann hefur spilað hana til gamans, en ég hef aldrei séð hana í Nei, þetta er bara eins og Ómar myndi aldrei búast við þessu skilju. Hann bara svona Jacko í alvörunni og nú þarf hann að díla við þetta. Og hann þarf að blokka burstið, hann er náttúrulega Og ég held að þetta sé komið. Já, Egill snýr þessu við. Með Jacko af öllum karakters. Og því miður er þetta hér þar sem Ómar endar í 5. sæti, stóð sig ótrúlega vel, glæsilegt run í honum. Og hann Egill heldur áfram og við fáum alveg classic match í loser semis. Við fáum Crownless Chief á móti Alli. Já, það er nefnilega svolítið mikið classic. En erum við að fara þar eða fara í Winners Finals næst? Ég veit ekki. Ekki spyrja mig sko. Loser semi, við erum að fara beint í Chief og hann Egill. Já. Þannig Egill ekki fara neitt. Nei, Egill sástu bara niður. En á meðan við bíðum eftir þeim, þá ætla ég reyndar að þá held ég svo komið að þau við sýnum hvað við erum að spila fyrir. Bikar! Við sjáum hérna, það er Jötunheim og Guilty Gear Strife merkið og þetta er alvöru. Þetta er stál. Þetta er stál sko. Þetta er alvöru dæmi. Ekki hendur sín eitthvað. Nei, þetta er stór hætta. Ekki þetta. Þannig að þetta er hérna hjá okkur, hjá kommentatorunum til að byrja með, en einhver fær að taka þetta með þessu heim. Það eru 4 eftir í keppninni. Þú included sko. Ég ætla að reyna til best að taka þetta heim, en hver veit, við veitum ekkert hvað getur gerst. Nei. Því að við erum í losers bracket, við erum með 2 sem 3 af 4 hafa allir unnum mótið hérna. Ég er eini eftir sem er ekki unn. En við erum með 2 í losers bracket sem voru í langan tíma uncontested nummer 1 og 2. Og winner side, þá erum við með Dan sem hefur auðvitað verið bara síðan hann mætti hefur verið með þeim, ef ekki sá besti á landinu. Já. Þannig að það er ómögulegt að spá hver er að fara að taka hennar bikar heim og ekki bara bikar, heldur 22.000 krónur. Það er fyrir peningur. 22.000 skall sko. 22.000 skall. Það er að borga mótið fyrir þig og bara meira ónáða sko. Já, þú veist, maður er að græða ef maður vinnur það sko. Já. Og það er ekki margir sem getur að fara bardalega mót og grætt. Nei, nefnilega ekki sko. Það er ekki margir sem fá peningur. Sérstaklega þú fættir útlita þá ertu mjög oft að missa pening. Nei. En við erum bráðum að fara úr tilbúinu hérna. Við erum með Crownless Chief og hann Egill og ég ætla að giska eins og alltaf að fara að fá svo button check hérna. Ég kem óvart ef Egill heldur áfram að jacka honum hér. Ég get ekki séð Ég sé það ekki fyrir mér og ég sé ekki heldur fyrir mér að fara í milli. Ég myndi giska hann fari beint í kæðin aftur hérna á móti Chief. En eins og við sjáum hérna,
Winners Finals eftir þetta, það ég og Dan og síðan í Losers Semis, það var Egill og Crownless Chief. Já. Þannig við erum bara að bíða eftir því núna. Þeir eru að gera sér tilbúin, sé ég. Sé að þeir eru sestir niður þarna. Það fyrir alltaf að gerast. Já. Er Herra þetta Kækís. Faust í bakgrunum aftur, eða? Já. Sér Ó, hann horfðum. Er þetta Faust, Faust! eða? Hann er í Faust! Faust! Dan 50 og Gildegir. Dan 50, Ingiþór 18! Ó! Ironclad! Ironclad. Það eru allar stórstjörnur Íslands hérna í húsinu. Það eru allir hérna, sko. Ég meina, Ég held ég sá Guðna TH áðan. það? Já. Guður, ég sá Beyoncé á hann, sko. Já, sáttu Beyoncé. Hún er hérna, sko. Ég sá Jay-Z. Þeir eru bæði hérna, sko. Guðni TH, hann er harður Bridget minn, sko. Veistu, Guðni TH, hann elskar looping high-low 50-50s. Okkur er hann harður satt á meðan hann spila. Skulum ekki tala um það. Skulum ekki vera að spyrja Guðna TH hvort hann harður, sko. Hann Jay-Z er klárlega soul minn samt. Já. Hann er algjör soul minn. Beyoncé, hún spilar örugglega Dizzy. Dizzy, já. Okkur eru að spyrja. Hún er Queen Bee og Queen Dizzy. Já, veist- sami hluturinn, sko. Þannig að ég myndi að halda að hún myndi vera Dizzy minn. Já. En nú er komið nóg af því að contemplata hvaða karakter stórstjörnum myndi spila því við erum að fara inn í Losers Semis hérna milli Crownless Chief og Alli. Var í langa tíma eins og ég hef sagt oft Grand Finals og Winners Finals alltaf. Já. En núna er annarkvort þessu spilara að fara heim í fjórðasæti. Það er Sem ótrúlegt, ég man ekki eftir hafi gerst oft. Nei, Ekki allavega meðan þeir hafi verið hérna, allir. en ég meina to be fair, hver mætti ekki á þetta mót, skilur, sem er... Já, ok, er hann... Er hann döður? Nei. Nei, ekki alveg. Jú, Hann er jú, dáinn, það er seinna hittið, já. Space er þetta rétt fyrir seinna hittið, já. Hann er dáinn, sko. Hann er bara dáinn, sko. Þetta var Slayer, sko. Karakter of all time, sko. Egill hann í horninu. Hoppar út, Bara ég er glæsilega mátt gert. samrið, þetta var frábært, sko. Beitar börstið. Man má eiginlega ekki bursta á closeless á móti Egil, sko. Hann mun alltaf beita það, ég sé það svo oft. Hoppar yfir pælbakurinn, þetta var... RC til að halda sig sjálfum lífa örgum. 6K-ið. Counter hit. Já, bara 4 hits, þetta, já. Og Egill er núna hérna í vandræðum hér. Chief reynir að beita eitthvað. Nær ekki kombóinu. YRC er... og Dash er inn í stönnedgið. Stunedge nær backdashinu. 6 round start. 6B, sko. Ekki bara round start, býður eftir að Egill fer fram. Já. Round start 6B. Double die er eiklatið fyrir Meter. Alltaf að wiffa þessu. Já, hann gerir þetta fyrir Meter, sko. Já. Já, mér er sagt það allavega. Ég geti trúið því, sko. Ég veit ekkert um hennar Kai Gísk spilar. Og við erum með loops. En við erum ekki með Meter hérna fyrir superið. Samt Egill hérna damage. Egill er með... Og whiff Punisher. Sko, hann er með meira Meter til að halda áfram með, já. Það, Hvílíkt. Þetta damage. En Chief, hann er með that magic 100 akkurat núna. Super. Og hann hlýtur RC í hana. Og DP! Það er alltaf sjó þegar þessi tveir spila. Það er alltaf eitthvað ótrúlega sem gerist. blokkast! Stunndipper, Já. RC, 6B! Oh, Næri ekki að bursta í nógu fljótt. Það er alltaf sjó þegar þessi tveir spila. já, þetta er, oh my god. Ég held ég hef aldrei séð slæmt sett á milli þeirra. Nei, það gerist ekki, sko. Þetta fyrir Ég veit ekki hvað er að gerast, sko. 2H er takki. Slayer 2H. Það er takkinn allra tíma, sko. Stunndipper. RC inn í charge fireball. En
Engin hræðsla hjá honum Chief, hann bara hann brýtir. Master Samur! Bloodsucking! Hvílíkt backdash! Of fljótur. Er hann með nóg? Það er loops hérna. Ég held að hann sé dáinn, sko. Já, þetta, ef hann droppar ekki, þá ætti þetta að vera nóg hérna. Já. Já, hann er steindur. Þetta top 8 hefur verið ótrúlegt. Þessi DPs er alveg crazy, sko. Whiff Punisher 6 P-ið. DP! Ég með henni. Það er alltaf að gerast hérna. Ég veit ekki hvað er í gangi. Þetta er eitthvað sem kemur úr að spila svo oft á móti hvoru. Þetta kemur úr að spila svo ótrúlega marga leiki. Bara, já. Já. Bara came up að run up grab. RC að tapdostið. Og, 2H. Og það Slayer too heavy, sko. 1-1. En nú aftur, bara allt back to back, back and forth. Bara maður er aldrei hægt að vita hver er að fara að vinna þetta, sko. Hvað? Er þetta ennana setja sem er að fara í 5? Ég geti alveg vel verið, sko. Það var langt top 8 hjá okkur, sko. Finnst þú sem bara eftir að mega vera með 2 bursts á móti Slayer, sko. Ef að bara hringi í dagskeiðu og spyrja hann. Ég er með númerið hann, sko. Það heyri ég honum með það. Já. Þetta var crazy call-out. Gerir empty 6H. Nei, 6K, já, Er þetta menn ekki 6K? Jú, þetta er 6K, ég er auðvitaðis. Í bloodsucking. Beitarþróið. Já, hoppar aftur til að veita ergabið. Sjáum súper hérna. Já, þetta er even leikur, sko. Gæti ekki alveg. Jú, tæplega. Slayer. Geggja backdash. Já, vel. Sér þetta og backdash að beint úr þessu. Hann ætlar að koma sér honum bara. Já. Já, hann er bara farin á hotninu, sko. Bara burt, ég er farin. Fullscreen reversal, sko. Það er mjög gaman að deala við þetta sem KO, sko. Double backdash á Agli til að komast frá 2H-unu. Og 6H tekur þetta round. Lóið. Blokkar þetta vel. Reynir að messa en það fær treytið. Hann nær ekki volsportinu. Þetta var crazy. Báðir það eru báðir bara 1 hit hérna. En það eru báðir með burst. Air throw! Farðu niður á jörðina. Ég Það var held að burstað dáið hana. það hann ekki burstaði þetta, sko. Það er ekki að bursta enn og aftur. Tvö eitt fyrir Alli. En svo við séð í þessu stopp hingað til, þetta er ekki búið. Þetta er aldrei búið fyrir það komið 3. Er hann over till it's over, skilur? It ain't over till it's over. Já, ekki íta á takka í lóttunum fyrir hann Slayer. Nei, hann er með close lash. Mæla ekki með því. Læknar mæla ekki með því, mæla móti því helst. An apple a day keeps the Slayer away, sko. Klúðurar. Eða eitthvað, ég veit ekki. An apple a day keeps the Slayer away.
Oh my god. beint inn í horni með þig. Var með meter fyrir Super en heldur því. Örugglega fyrir þetta. Örugglega. 6P-ið nægir ekki. Og Egill ætti að geta að klára þetta. Nei! Dæjar ekklattið nær 2P-inu hjá honum Chief. Og Egill er komin á set point. Þessi backja sjá allir eru búin að vera ótrúleg. Þetta var... Close, Inn í dash throw. cancel í throw bara í... Já. Hann vill pressurinn. Triple over þetta. Grab? Punish! Nei, klúðrar safe jumpinu. Og ég held að þetta sé... Nei, drop okkur. Bara keep it simple, sko. Þetta er samt alveg giga damage, sko. Eitt í við... Nær backdashinu! Chief er lifandi! Það er puls á honum, Chief. En hann þarf að vinna seinna annar round hérna. Stelur törnu aftur bara með... Já. Hoppar yfir... En hann sleppur ekki. Já. Þetta er Slayer, maður sleppur aldrei. Komdu hingað. Counter hit. Og hann er með. Þetta er búið. Hann náði ekki að bursta. Og það er 2-2. Ég get staðfest það. Er hann döður, eða? Já, scaling kannski. Er hann dáinn, eða? Já. Báðir sallarólir. Reyndir menn. Þeir eru chill, sko. Sérst ekki á þeim. Þeir eru chill, sko. Crownless chill, sko. Crownless chill. Crownless chill, sko. Hann er eitthvað Chief, hann er chill. A-chill. E-chill. Ég veit ekki hvernig, ég reyna að láta chillin Egil, það passar ekki. Það passar ekki, sko. Eða, þú veist, ef maður segir Egil sem maður segir frá útlöndum, þú veist, A-chill, satt A-chill í stað, skilju, já. Já. Hættum þessu. Við erum að spila tölvuleik hérna. Það var eftir að láta upp en það staðan er 2-2. Arnór. Það eftir að láta upp að sinna leikum tíma. Universe! Er hann dáinn, eða? Nei. Ef hann hefði getið notað super, hann var kannski drepið. En hann er með 100 Hann vill tension. alltaf ræða... Já, Hann er farin hinum meira á stage. Nei. Reynir að ná honum og þannig er það set point fyrir Chief. Þessi Slayer karakter er svolítið silly, sko. Þessi roundstart. Dandy steps er alveg raw, sko. Það blokkar þetta enginn. Já, eins og ég sagði, það blokkar þetta enginn. Loops. You're taking you for a spin hérna. Throw. Núna fær Egil sens til að snúa sig við. Það þarf ekki mikið, hann er með burst. Burst, counter hit. Wall break, super. Eitt í viðbót fyrir báða ætti að vera nóg. Hann nær backdashinu, les backdashið. Báðir á set point hérna, þetta er... Já. Egil má bara ekki gera einustu mistök hérna. Ekki lengur með burstið. Hann er bara að reyna að zóna út. Chief er ekki að býta á þessi 6P hana. Nei! Whiffar, deflect shield. Og þarna er það. Þetta er búið. Chief er út í 4. sæti og Egil er komin í Losers Finals. Satt alveg. Hérna endar... Vel gert hjá honum Chief með hvað hann var í Japan í mánuð, skilju. Var ekkert neitt að spila og... Glæs fyrsta mótið hans og þetta skiptir miklu máli fyrir allir. Stressaður, en ég þarf nú að yfirgefa og ég býst við þá að Chief taki yfir kommentir í lok mótsins. Ég vil bara þakka öllum fyrir að hlusta á mig. Og bara, já. Já, gangið þið vel. Takk maður.
Æjæjæjæjæjæ. Jæja. Þetta var close, maður. Já, þetta, Þetta var heldur fucking close. þessi Slayer karakter, sko, hann er ótrúlegur, sko. Hann er klikkaður. Þegar ég lærði að, þú veist, frekar en að beita hluti, frekar Já. að reyna alltaf bara að halda endalaust áfram offensinu, Já. þá gekk það betur. Já. Svona, var ekki bara all in, every time, bara alltaf að reyna að ráðast á þig. Bara að leyfa þér aðeins að gera mistökin fyrst. En á endanum gerði ég fleiri mistök en hann. Já. og hann var með alveg svakalega gott counterplay fyrir mikið af dóturinn mínu. Ég hef ekki séð þetta counterplay. Mitt eina counterplay er að hoppa í burtu og vona að ég lend ekki í einhverju. Nei, akkurat, sko. Samt fjóra sæti, helviti vel gert, sko. Já, takk fyrir það. Herru, en nú kemur að Winners Finals. Super með stand 50. Þetta verður klikkað. Þetta verður náttúrulega Þetta líka, verður Super Mega Snitch á móti Dan 50. Á móti Daniel 50. stilbúðinu, sko. Já, Akkurat. það er málið, sko. 50% off beds, sko. Gaur, Dan 50, ég sá hann fást, sko, hann er hann, sko. Nau. Gaur. Herru, þá var það auðvitað button Hann check. er mættur, sko. Ég svo það ekki, Þetta er fást úr gildingir, sko, hann er mættur. Já. Þetta er alveg gæinn, sko. Já, ég man eftir hún, sko. Já, þetta er félagið minn, sko. Þú veist, steikar ekkert pókan. Nei, ég veit það, sko. Það getur ekki bara hvers sem er sett á sig póka og fúst vera fást. Come on. Come on. Fólk gerir það ekkert, sko. Would you go on the internet and lie? Nei, fólk gerir það ekkert, maður. Það er málið, sko. Hann er hann, sko, ógeðslega vel drukkið úr dósinni. Gegnum pókan, sko. Chill gæi, sko. Já, kallið með þetta. Hann er með þetta. Allavega hann er... Ég ætla að segja, ég var í svona smástund pítu að ætla hann ekki að vera Hann er bara að Batman. gera þetta til þess núna. Hann fer yfir á Johnny í smásett og fer svo að Batman. Hann er að trolla, sko. En definitely að trolla, þetta er sko, þetta er svona worst nightmare fyrir hann. Fyrir Superman, já. Hann veit ekki að góður Johnny fyrir utan hann. Þú veist, mæta á mótin. Já, Hann líka- veit ekki þurfa að keppa á móti þessu helviti. Já, ég held að Johnny sé alveg versta matchupið hjá Abba bæjar bara white margin, sko. Já, Hann getur varla gert eitthvað, sko. einmitt. Þetta er bara svakalega erfitt matchup akkurat. Já, mínus 14 eða eitthvað lengst í burtu eða whatever. Bara instilling fear. Það sem hann er að gera, held ég. Og nú erum við litlu myndaðalanda niðri, við sjáum að menni spila. Já, wow, það er actually cool. Það er awesome. Gaur. Hella. Ramstar jump back á Dan 50. Sjáum þá hérna. Ok. Þetta er náttúrulega málið, sko. Abba þarf vanlega að bíða þannig að hann finnur eitthvað opening í pressun hjá Batman bara áður en hún byrjar Eða sitt, bara Wildersonda, sko. Já, þú veist, Wildersson virka líka. En það er mjög lítið sem hún getur í raun gert í Batman án Jealous Rage. Ég meina, hann getur varla gert eitthvað á móti einhverjum á Jealous Rage, sko. Það er að vissuleiti eitthvað, sagði. Já, Hún er ennþá með brjálaslega gott 2S. já. Nefnilega, sko. Hún á að vera eitthvað hæg en svo gerir hún bara kíkrab og er bara komin hinum með á stage, skilju. Þetta er svo sem rétt, það er svo sem rétt. Sko, Fast RC Keygrab er tech sem ég vona að noti á mótinu. Já, ég hef aldrei séð að gera það. Mér finnst það svo fyndið, sko. Það er klikkað. Ok, já, sjáum hérna. Hann er hérna, því miður 2S-in næri ekki alveg að grípa hann á loftinu. Dan alveg mjög góður í aerial combatinu. Þetta command dash þarna sem fer undir allt. Wow, ok. Ég þarf hann að gíska. Halda þessu. Veit ég alveg hvernig hann á að pressura tilbaka. Halda þessu. Nærði ekki því miður. Hérna, sko. Wow, ok. Gott disciplín á mínu manni, sko. Já, þessi maður sparar næst í alltaf ef hann getur burstið Já. fyrir síðasta rándi. Ef hann getur, ef hann sér að það er engin alvöru leið að hann geti mögulega tekið rándið. Mjög logical hvernig hann hugsaður um þetta. Hérna byrjar The Abba Blender, Þarna kemur það. Big Danzai. Ekki Danzai. Nei, ok, hann fer aftur þarna jump comboinu, ok. Jump combo er alveg mjög cool fyrst mér. Er mun erfiðara, ekki jafn safe.
að redda sér með. Ég held að hann Dan 50 sé dáinn, sko. Já. Já, mikið, sko. Er hann ekki með alveg, hvað er hann, hálft? Nei, ekki eins og niður. Nei, samt, þetta gerir damage, sko. Þetta gerir gott damage. Áður fyrir hefði hann skipt yfir í hit og mögulega ekki drifið. Það skipt Já, yfir í en þetta er nýr Super MS sem við erum að horfa Nýr hérna. Super MS-in, sko. Maður er búinn að hjálpa honum, spila mikið á mótunum og sýna honum hvað maður að gera á móti bæði slæmum venjum og hvað maður að gera á móti jumps og stuff. Eins og hana, 6B, maður gerir það á móti jumps. Það er málið. Hann nær allan að breytast, það er málið. Það er eitthvað við þarna, Jealous Age sem er eitthvað klikkað. Með mikið gate, sko, það er alveg bara að fara strax, sko. Einmitt. En þetta er akkurat eitt af hlutunum við Abba. Hún getur, þrátt fyrir að vera hit úr transformation, þá heldur hún því samt. Samt breytist. Ok. Af hverju er fólk að pressa þarna? Það er ekkert sem við getum pressað. Jú, þú verður bara að trúa. Já, og það er bara að trúa að þú getur með þess að ég gera það sjálfur líka þátt ég viti. Ég veit for 100%, sko. Men einhvern veginn, veist, er sem þú fastur í hotninu á móti normal mót Abba og bara á þessi karakter ekki að vera lélugur. Og svo bara, samt er maður fastur í hotninu á móti normal mót Abba. Já. Nei, hún er ennþá guilty gear karakter. Meiri segja þegar hún er akkurat ekki í Jealous Rage. Nei! Hann blokkar overheadið, actually. Náði að blokka það, það er bara vel gert hjá honum. Ok. Super MS náði að blokka þetta allt. Fekk ekki kombo þarna en hann náði honum á loftinu. Hann er kominn núna með eitthvað pressure. Já, þarna, þetta fílar endless. Já. Og þarna, allir sleppa þarna, sko. Ég sleppi svo oft óvart þarna. Nei! Þetta endalausa litla bara bit by bit. Það bara hættir ekki, sko. Nei, hann bara náði honum. Sjáum við það. Finnst þér svo það myndi... Því miður virkaði ekki parryið. Næsan þróinu hérna til þess að fá cornerið aftur. Var þetta whiff on purpose? Það var örgulega að reyna að beita þró og fyrst svo í loftið, sko. Mér myndi halda það, sko. Þetta ekki séð að gera þetta, sko. Ok, Yellow Roman Cancel. Komin með hana, nice, eldir hann með Far Slash. Komin í Jealous Age með full meter. Sá hvað þið gert hérna. Hann Yellow Roman Cancel á overheadið, en það skiptir ekki mál, hann hoppar bara aftur inn. Hann segir bara, nei, mitt turn ennþá, hæ. Já, það er aldrei þitt turn, ég heiti Abba, sko. Ég heiti Abba og ég á þetta. Ég á hennar leik, sko. Ég á réttindin á þessum leik. Guð. Ekkert Roman Cancel samt til þess að, og hann nær hann samt með bara close slashinu, run up close slash. Tekur auðvitað smá gamble hérna að halda hann að þið myndi gera eitthvað annað en að gera bara close slash og giska villust. Því miður. Heyrðu eitthvað að spjalla á hana. Jæja, sjáum hvernig þetta fer hérna. Boy, hann beita burstið, kom með hann hérna í hotnið. Og það er strax wallbreak, immediately. Við vorum valla 7 sekundur inn. Já, og bara... Því miður fær ekkert, þetta var Purple Roman Cancel. Mist crazy að þú gett þetta líka, cancela lóðinni Oh my god, þetta er rugl... Þetta var actually verra. Þetta var actually verra fyrir þetta því hann sleppt honum út úr hérna animationinu. Það skort að Abba sér hitta ekki, Tentaclen halda áfram, þeim er alveg saman. Nei! Það málið er, hann var unfortunate þetta úr Jealous Rage sko. En hann nær þarna, dash in, grabinu. Þetta command dash er ruggla. Já, ég sá flashið af dust þarna. Ég held að Dan 50 hefði misinputað grab og fengið dust. Gæti vel verið. Ég sá appisnugul á flashið þarna áður en það var Það gæti vel verið að það sé rétt hjá þér og það er það sem gerðist. Því að margir eru akkurat tilbúinir fyrir þetta dashin. Það er eina alvöru
góða svari við því er að þróa því akkurat. Já, ég held að hann hefði bara fengið dust í staðinn. Nei! Perfect shit, actually. Burst beitar hann því miður með Roman Og það cancelinu. er orðið even, með þess að Dan 50 í favor, bara einu interactioni, sko. Það er málið. Það þarf ekki mikið meira fyrir Guilty Gear karakter, sko. Nefnilega ekki, sko. Sérstaklega einhvern veginn, þungan og Batman. Já, akkurat. Hann getur ekki fyrir mistök út af því. Líka. Þetta round bara snerist við á 0-1, sko. Þetta var... Wow. Og Dan fær hérna round á hann Super MS, þá er það... hann bara... Rönnstad White Assault. Þetta var í alveg startupinu á transformationinu að hún fekk ekki að transforma, actually. Já. Það er ekki oft sem fólk nær því. En hér byrjar ballið. Það er Mix-upið. Það er mix-upið að cross-upið. Og svo er hann hérna bara á flegiferð. Og nær ekki að bakta sér í burtu. Hann er því miður í slemri stöðu hér að missa Jealous Age-ið. En hér fær hann smá upper pressure. Steli törnin aftur. Og Dan þorði ekki að íta á eitthvað. Þetta var max risk counter-hit eða ekki? Þetta var 2P og hann fekk svona counter-hit zoom-inni, skilja. Þetta var í max risk, sko. Klikkað. 6P-ar hann á loftinu, er hérna að halda upp pressure. Næra Yellow Roman cancel aðeins til þess að íta hann af. Hér er hann fastur í hotninu með projectiles út allt. Hann er alveg að fara að missa Jealous Age því miður. Geta allan að blokkað. Þarna tók hann það. Tilbúinn fyrir þróið. Nei. Við erum í installið. Fyrst skipt sem ég sé þetta í þessu setti. Það er bara... Já, málið... 50, sko. Þetta er málið. Hann gerir þetta á móti karakterum sem hann veit að hann eiga erfitt með að komast inn á mótunum. Já, nefnilega, þetta er hægasti karakterinn í leiknum hérna ABBA á móti Batman í install, sko. Ég veit ekki hvað maður getur gert hérna, sko. Nei, þú verður bara að bíða. Þú verður að bíða. Eða bara tappa, eins og gerist núna. Já. Dan kominn hérna með annan leik on the board, sko. Character select screen. Ekki ætlar hann Johnny? Ætlar hann Johnny, eða? Nei, ok. Nei, ætlar hann lit? Skiptum lit. Já, main liturinn, eða besti liturinn? Tekkið, sko. Skiptum lit. Ekki Irish ABBA, en hann ætlar að taka þessa? Þetta er þetta fire ABBA litur. Þetta er fire litur á öllum litar. Litur 10, rauður og svartur. Já, vanlega mjög góður. Hvað finnst þér litin sem er basically bara George og þú veist, þessi er alltaf bara svona jean liturinn. Allt er jean. Það er þetta, Chaos er í ból í þeim lit, þannig ég fíla það ekki. Meinar. Ok. Chaos situr á sér ból í þeim lit, sko, ég fíla það ekki, sko. Já, svona jean jacket og eitthvað sitt þetta á Sol og hinum að þessum. Þetta er mjög skil, ég fíla mjög mikið á Axel, það er svona eini karakterinn sem ég myndi nota það á. Hann er svona breskur eða eitthvað. Já, því hann er svona breskur, þá virkaði það vel með honum. Hann er breskur eða eitthvað. Eða eitthvað. Allan að hér heldur á hann big pressure hjá honum Dan. Super MS er ekki að finna neina leið út síðust mér. Hann heldur bara fram að blokka og vona að það komist eitthvað að reyndi overheadið og það virkaði ekki. Er hérna tekinn alveg í hornið. Gat ekkert. Núna er það mjög mikið pressure á honum að komast inn í gegn. Þetta er síðasti sjansinn hans. Big damage til að byrja með. Gott Jealous Gauge meter management. Ég held að hann hefði verið að búast við wallbreakinu og ætlaði örugglega að fara í kíkrafn. En það er outranged. Þarna kemur það. Rúmið. Rúmið að flegi fenn niður. Rúmmaðurinn, já, hann bara deflectið gerði ekki neitt, sko. Nei, alls ekki. Það er oft useless í þessu situationi því miður. Nei! Hann actually challengeaði þarna. Ég held hans, já, hann Yep. er döður. Þetta var djaft play hjá honum sem payaði off. Sjáum hvað það getur pullað þetta aftur hérna í þessu rándi. Super MS er ekki með weldasalti til að geta komist inn í Nei, Jealous. hann þarf ennþá að bíða. Hann hefur ekkert bara frí inn. Nei! Því miður.
ekki nógu nálægt. Báðir playerar mjög duglegir að faultlessa nefnilega. Það er 50 svolítið mikið að air to air hann. Þetta er svolítið... Skýrði að sjá sko. Ok, hann var að búast til burstinu. Hann var aftur að reyna að burstbeita hann. Allan að hann heldur að ná honum inn í litlu interactionum. Aftur hann að burstbeita hann en það skipti ekki máli. Nice, ná honum þarna með overheadinu. Og það er ekki actually overhead í þessu steiti. Nei, nefnilega ekki. Æ, þá er hann komin hérna aftur í blendinin. Nær að, Yellow Roman cancela til þess að koma sér hérna að ná grabbi. Og annað grabb beint úr því! Notar bara fyrir movement. Klikkað. Rugglaður hann Super MS komið með annan leik hérna. Kleppur is playing Guilty Gear Strive. Þá er bara einn leikur eftir af þessu setti milli þeirra. Þetta verður brjálað. Ekki eftir að dæna skipt. Nei, ja, okay. Gott hjá honum. Hann ætlar ekki að Johnny maður. Viljum ekki sjá hann sko. Reyna að rifja upp Axelin sinni í miðju top 8 winners final seti. Ég veit ekki. Hendi eitt góðan Johnny sko. Ok. Hérna, fastur í pressinu. Nei, ok, þetta er back off. Ég veit reynilega ekki hvað maður gerir sem Abba í normal state á móti Batman sko. Það er bara... Þetta. Blokkar. Já. Þú gerir þetta. Já, kommandas inn í því donger. Ok, gott. Og það ætla að komast nált. Því miður. Þetta hafi verið of plus að það sko. Einmitt. Aðeins og plus getur ekki... En interesting choice hjá Dan að nota jump í þarna. En Super MS núna aftur í svaka hættu á því að lenda í losers bracketinu. Það er 50 á set point sko. Já. Sjáðu sér búið. Fastur hana. Guð. Þetta er svakalegt. Haldur upp pressurinu, það er ekki hægt að komast út og hann er með Roman cancel til að klára þetta. Þá ætlum við að hafa Super MS á móti Agli næst fyrir Losers Finals. Ég held að, já, Pálmi, þú ert ekki að fara neitt sko. Sestu niður. Þetta verður áhugavert að sjá hver kemst upp í Grand Finals til þess að challenge Dan. Já, en alltaf Super MS hendi Egil í Losers. Það er málið. Það gæti vel verið að við munum sjá repeat af pools. Viltu skiptaði mig að? Já, endilega. Já. Go ahead. Takk fyrir mig. Jæja, þá kveður Hrafn okkur, en við fáum hérna Kleppir hérna á commentary. Mættur á commentary, já. Vildi rappa sinn boy. Það er hann Egill leikurinn. Þetta er alltaf svo skemmtilegt að sjá hann spila, sko. Hann er svo duglegur að... Þá erum við akkurat með hérna bæði Super MS fan og Egil fan. Já, það ekki. Að bíða hérna spenntir að sjá hver fær að challenge að Dan. Sjáum nú til. Þá er málið, hvað verður valið? Verður það bara að ég ætla að gíska Super MS vilji bara Abba pikið. En Egil hefur svo marga karaktera núna til þess að velja frá. Já, mitt. Ég meina sama með Super MS líka. Hann hefur að sjálfsögðu Johnny í vasanum. Hann hefur Johnny í vasanum. Hann gæti alltaf pulla út sinn því hann er piss easy, segir hann. Hann segir það, einmitt. Það segir að sinn sé piss easy til að komast að nota. Svo... Nei, það er bara meinanir. Það eru meinanir, halda því öruggu. Kannski bílið að minnsta kosti. Já, allan að button checka til að vera alveg 100% vissir hérna öruglega. Það var alveg sallarólegir hérna. Já. Það er spennandi að sjá, við erum bara eiginlega búin að sjá nýju stage-in núna í dag. Já, mér finnst það flott sko. Mér finnst það mjög gott að fá að sýna þessi stages þótt að
ég held að flest tournaments munu samt ennþá alltaf vera á Council of 3 Já, upp á að minnsta það lag bara. Einmitt. Einmitt. Minnsta lagi, það getur nefnilega alveg haft svaka áhrif á topp levelinu en við erum nú bara okkar eigin íslenska leveli í bili. Já, sjálfsögðu. Jæja þá. Svo við skulum enjoya útsýnið en allavega Nú er alltaf mikilvægt hvaða lag velum maður. Já, þetta er málið. Kannski hefur ekki mikil áhrif á þig en þetta gerir mikið mun sko. Þetta getur ekki mjög mikið, það fer eftir bara hvað fólk er einmitt í feeling fyrir sko. Þetta getur annað gott hæpa mann upp eða gert mann alveg bara sjúklega pirrað því þetta er ekki lagið þitt. Jæja þá, heyrðu, þá skellum okkur í þetta. Ég byrjaði að hvað mun Super MS gera til þess að... Þetta er fram og tilbaka svona í byrjun. Ok, Super MS komin á stað. Einmitt, það er alltaf gott hjá honum að hafa þetta Wild Assault available. DPR! Hann hefur núna ekkert Wild Assault available, svo ef hann kemst úr Jealous Rage-inu sínu þá hefur hann ekkert... Whiffar! Vá, hann ætlar að klára wallbreak með þetta. Hann er búinn með Jealous Gauge núna. Já, hann núna á Wake Up, þá veit ég hvort hann getur mikið. Og hér kemur að... en það fór undir far slashið, kominn aftur inn, skiptir ekki máli. Nei, sko, næ, far slash. Þetta verður skellilega kombo hér. Verður þetta kill? Ekki alveg. Ekki alveg, kannski hefði maður átt að fara til að ræta lightning í staðinn. Kláraði með dust. Cheeky overhead. Mjög svo. Hoppa. Það er burstnota. Þetta er málið. Grabbar midscreen, Nei! ok. Þarna, þetta er þetta bestu bara jump in heavy-unum sem ég veit Ruggla move. Og ruggla damage með því. Og nice. Ná er hann komin aftur í Jealous. Heldur áfram pressu. Hoppar yfir það, cross up. Og svo reynir aftur. Svaka exciting hérna og... Ok. Nú þarf hann að passa sig. Nei sko, heldur áfram. Nei, Egil núna komin að stað með eitthvað. Nei, hann ætlar að reyna að wallbreaka hérna. Ok, kom með hann í hotnið að minnstakosti. Nice. Vel gert að blokka hæð þarna. Annars gefur honum auka plusframes fyrir enga góð ástæðu. Jafn leikur so far. Báðið með 6K, jafn mikið burst líka. Leipur upp grab. Þetta er Kai Kisuke special. Er með hann í shockset hérna. Hoppar. Burst nota. Hvað er það? Mikil pressa hérna fyrir Super MS. Kom með hann í hinn endan. Wow. Reyndi key grab fyrir meira Jealous en þetta var vel bursta hjá honum. Nær honum instant. Hann er að líta út eins og bara botti hérna. Hversu snagt hann er að... Já, bara hann með instant super. Kastar þessu út instant. Tilbúin með öll reversal á réttum tíma. Þetta er bara, þú veist, klikkað. Þetta getur verið kill hérna. Sjáum til. Já, það er kill. Beint í heavy DP. 1-0 fyrir Egil. Tæpur leikur so far. Já, mjög svo. Það fer eiginlega bara eftir hvort að Super MS nær halda Jealous Gauge-inu eða ekki, hvort að hversu vel leikurinn er að fara. Þeir eru svona báðir einhvern veginn að fíla hvort hann inn. Super reynir eitthvað. Nei, Egil virðist vera með svörin. Hoppar inn! Beita burstið! Þetta verður mikið damage hér. Refillar, Kelsey. Já, gott pressure. Wow! Nice 2S til þess að wallbreakan fá hérna key grabið fyrir meira Jealous Gauge. Sjáum hvað Egil getur gert núna. Nei, leipur bara upp á honum. Hann ákvaða bara að backdasha tvisa til að ná honum. Sko. Hann þekkir run bara... Þeir eru ekki hrættir að minnstakosti. Hann hleypur heilt kontinent til þess að ná að grabba þig sko. Þessi maður er alveg viltur á því. Nær honum með þessu far slash. Ekkert mítir á standi. Sko. Nice, sjá honum þarna. Hoppar yfir, cross up. Ok, hann er að reyna að guarantía held ég. Fullt Jealous í mítir núna. Já, wallbreakið. Hann hefði mögulega getað að fara í eitt annað fyrir meira Gauge akkurat. Ætla að kalla þetta ekki gott. Nei sko, Egil ekkert hrættur við hann. Nota Wild Assaultið, heldur hann í hotninu núna. Nice, en hann er ekki að punisha. Ekki alveg. Komnir aftur í neutral kallanir. Nei, Super MS. Með einhverja pressu. Þetta er svo jafnt. Super MS komin á stað. Sjáum hvað það komist ekki í. Þarna DP-ar þarna. Notar þetta Flex Shield.
Egil er úr mjög litlu lífi. Vá. Og Keygrabbi tekur þetta Þetta er Super 1-1. MS með eitt þarna á borðinu núna. Hvernig mun þetta fara? Þetta er spennandi. Búin að vera mjög jafn í leiki núna í finalsunum. Sammála því. Mjög spennandi. Þeir eru svona að þreifa fyrir counter-hit í hana. Spila neutral-lið. Nei, hann bara flög á flegiferðana. Þetta er alveg jump gott scare, counter-hit. sko. Hann núna búið með Jealousy. Það var að byggja það upp aftur. Egil vill taka advantage. Og hleypur inn. Standi bara alls í. Wow, ok, dregur hann ángað. Núna fastur í hotinu. Það reynda frame trappan en ekkert er að ganga. Hann er bara að halda honum á sínum hraða, halda öllum leiknum á sínum hraða. Nei, sko, Super MS hleypur inn. Vel gert, fann lowið. Hérna kemur það. Instant overhead. Overheadið. Dansaði plus á blokk. Wow! Stundippurinn var choice. Þetta var áhugaverð choice. Hann er nú mjög lág lífið hérna Super. Nei, sko, þetta getur verið kill notað og Wilder svolítið að klára. Flott spilað. Þetta er málið. Komin hérna með 1 round hérna á hann. Nú er hann bara að reyna að finna sensinn til þess að fara í Jealous og vonandi halda hann um eitthvað góð. En Egil of þolinmóður kannski. Já, þetta er Jealousy búið og Egil kom með shock state. Fylgist mjög vel með Jealous speedrunum sé ég. Egil ekkert að challengea of mikið þegar hann þarf ekki að vera að því. Super MS segir hann þarf ekki Jealous, hann ætla að reyna eitthvað samt. Hann ríklega ætlaði að reyna eitthvað. eitthvað. Samt. Heldur þessari pressu áfram. Já. Nice, nær hérna, knockdowninu. Þetta er Jealousy, komin inn. Nei, whiffar aðeins. Dansæ. Egil snöggur að bregðast við. Wild Assault inn í Roman Cancel, Þetta er bara full screen combo hjá honum næstu. En ekki wallbreak allavega. Jafnir hann í miðunni. Nei, herðu, þá er þetta orðið erfitt fyrir Abba. Lífið cirka jafn líka. Ok, DPR. Anna punish með DP-inu. Hún steppaði í gegnum projektalið. Flott Roman Cancel. Þetta fer skuggalega yfir mikið af hlutum í leiknum, sko. Notaði að dansa í Hurtboxen er bara hann lengst uppi. Wow! Double low tekur hann hann. Við höldum okkur, þetta er svo jafnt, maður. Guðminn, almáttugur. Hleypur upp. Run up throw. Classic. Þetta er klikað. Super MS vera mjög patient með þessi frame trappum. Ég held að hann hefði getað komboð þarna. Wow, hann challengeaði actually frame trappum. Notar, nei, DPR instant. Whiffar meaty. Wow, og hann fær þarna knockdownið til þess að snúa þessu við. Wow. Fær counter hit. Við spila hjá Super. Og núna hérna, fær að jump innið. Horfið á þetta damage. Nei. Hann er báðið við for throw. Oh my god. Oh my goodness. Nær hann aftur. Oh my god. Og pikkar upp með 5k fyrir annað win on the board. Nú þarf hann bara að taka 1 leik hérna af Agli til þess að mæta Dan í finals. Er Egil að fara að skipta? Hvað er hann að pæla hér? Hvað er að gerast? Er það Milia? Herðu mig. Já, þetta gæti actually verið ticketið hans út, sko. En sama tíma þá er þetta mjög volatile. Mjög volatile. Stilt á tónt, kallinn. Milia er svo sem með mjög lítið HP á móti Abba Jealous Gates. Þetta er málið, hann má ekki vera touched eins og í mestum matchupum. Þetta mun vera mesta cat and mouse sem þú hefur nokkuð tíma séð. En núna er það bara, hver mun vera betri? Endalausu cross-upin hjá Abba í Jealous eða er það endalausu mix-upin hjá Milia? Egil kemur sér samt vel á staði hérna með mikla pressu. Wow, nice! Sko, Burst bitar hann! Komið með full Jealous reyndi eitthvað. Gott respons. Vill halda þessari pressu áfram. Hann vill ekki að Super MS snerta. Nær að blokka það burst. Backdashið, einmitt þetta catcha svo vel backdashin. Gott damage hérna frá það nýja movinu sem hún fekk hérna í síðust seasoni. Búið með Jealousið, reynir samt að reyna pressu hérna. Nice 2S. Þetta getur verið mikið damage. Hann knockdownið hérna. Notar alltaf að koma sér út. Ok, gott grab. Wow, cross-up! Hann er að klára því. Hann er að klára með Dust.
Egil vil líta alltaf halda áfram með þessa pressu hérna. Já, hleypur bara beint inn. Flott. Super M er samt góður. Hann er alveg rólegur með þetta, heldur hann áfram með pressu. Flottur. Hérna kemur hérna overheadið. Nær hann með það Wild Assault. Og hérna Anna Gísk. Gangi vel. Full jealous. Aftur. Hún er 1 HP, Oh varla my með smá God. burst til að Og- nota. og- Away! Þetta er málið. Vá, það var búið. Blue RC-in hjá honum Super, alltaf til að tjekka hvað hann gæti gert þarna í byrjun. Þetta er svakalegt, þetta er svakalegt. Það er að spila smá rólega Super náður með MS. jump P! Af öllu tökkunum, hann bara tók fljótast að taka sér held ég. Wow, hann hleypur bara inn. Ok, Hann er svo núna aggressive á fastur, þessu þetta Emilia. er eitt af verstu stöðum til að vera í sem bara einhver á móti Emilia. Þú vilt aldrei þurfa að Fyrir gegnum hann cross-up. Ó nei! Block conversion innan líka. Já, sko. Flottur. Heldur áfram. Færi hérna aftur annað Super MS setplay. er að fá burst. Nei, nærði ekki alveg. Og hvað er næsta setplay hérna? Hann færi ekkert frítt hérna núna. Komin í Jealous, grípur hann. Grípur 1 hann. HP, og 1 HP, færi nær að aftur. klára, nær að klára. Hann er Ok. bara purple Roman canceli. Ég er light-headed sko. Ég er light-headed. Það er 2-2, þetta er svo tæft. Þetta er klikkað. Þetta er alveg Hoppa stundla. og hitta hverjum í miðinni. Hann notaði það Jealous um leið en Egil er að stála út hérna. Já, hann er bara að stála út hérna. Nú er það búið. Nú vil Egil reyna að komast hér inn. Nei, nú Super MS. Nær honum. Burstbeintinu. Ég er svo spenntur. Notar það mítir, heldur áfram. Nær að beita hann. Böttinu. Oh my god. Býtu, hvað gerir hann hér? Hvað gerir hann hér? Reynir að hoppa út. 2S. Nær því ekki. Nei, hann gerir. Droppa kombo. Nær honum. Þetta ætti að vera Og kill. brýtur vegginn. Já. Super MS alveg á mörkunum að komast í Grand Final. Þetta er síðasta pushið. Þetta er síðasta pushið áður en Ó, en Egil, hann er ekki tilbúinn að koma sér út. Notaði Wild Assault. Ó, nice, komin inn að. Nice, mixa. Cheeky low. Ok, hér kemur hann. Super MS, ekkert hrættur, hleypur inn. Super MS. Nei, Yellow Roman cancelar. Því Til að fá nú sér þarf hann turn. að- Nú þarf hann að býða. Ok, fær sér eitt touch. Þetta er ágætið damage-ina, fær hann í hóðnið. Ok, hann á að... Nær honum með að cross-up. Ok, hann er ekki að klára Ok. kombo, en... Hérna. Þetta ætti að vera búið hér. Það er ekki spurning um það. Oh Núna er það síðasta round fyrir settið. Hver nær þessu á set point? Svo sem vinnur neutral hér. Ó! Reynir grab, nærði ekki. Burst er um leið. Hvorur nú með burst? Ó, shit. 2S! Super Fær MS. dansa í! Mikið damage. Nær hann í hóðnið. Já, hann bara finnir sér ekki fyrir wallbreakið. Egil er að koma sér burt. Hann er hættur. Já, hann vill ekki En núna vera mjög nálægt. lítið. Nei, sko, það kemur Oh my það! god. Bestar sík, er keygrab. Heldur að Ægin búið með jealousy. Ó nei, Egil nú þarf þarf að að láta sitja eitthvað hérna, gerast þarf núna. að sitja inn og Nú bíða. er do or die fyrir Egil. Verður hann á þessu núna. Ó! Nær grab. Hann nær að grípa hann, Ok, nær að mixa hann upp. Það var mix-upið. Nær ekki alveg fullu damage samt. Yellow Roman cancel hjá Super. Oh my god. Ó, hann er En búinn í Egil er sinu. með burst. Hvað gerist hérna, Þetta er hvað svo gerist hérna? spennandi að þeir þreif Ó, eftir þessu. Egil hann fær fær counter ekki að hit. blokka þetta. Hann fær hérna Hann- gott combo. Hann næst samt ekki alveg killi. Hann þarf eitt mix-up í viðbót. Reynir að hoppa út. Ó! Er þetta búið? Og Þetta er búið! Oh my Egil god. heldur áfram í Grand Finals. Vel gert hjá Super MS. Fyrsta skiptið hans í topp 3. Ótrúlega vel spilað hjá honum. Egil náður revengeinu sín úr pools fyrr í gær. Bara rugglað sett á milli þeirra. Nú fáum við að sjá Egil á móti Dan 50. Classic matchup nú til dags. Classic matchup nú til dags. Hann má nú ekki vera of ósáttur með þetta. Þriðasæti setur hann samt í prize poolið að sjálfsögðu. Einmitt, það er málið. Hann fer heim með eitthvað. Eitthvað. Hann hefur borgað miða sinn. Já, hann borgaði miða sinn. Þetta er málið. Hann Ekki borgaði málið. miða sinn. Alveg bara Alveg svakalega vel spennandi gert sett. hjá báðum playerum. Rugglað. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig Egil getur bara farið frá því að vera, þú veist, down and out kannski af einhverjum karakter, switchað og alveg breytt þessu. Það er eins og hann bara eitthvað klikkar í heilanum bara klikk og núna ég Já. ætla að vinna. Já, ég ætla bara, ef ég nota þennan karakter þá bara mun ég
þá mun ég bara finna leið út. Það er eins og Ég finn detti leið bara, út hann með dettur í þessu. það Matrix og allt í einu bara sér hann öll svörin fyrir fram að sig. Þetta er það sem hann talar þegar hann segir að hann lokkar inn, sko. Einmitt. Hann lokkar ennlega inn fyrir þetta, En nú er það Dan 50 og Egil og þeir eru svo báðir jafn góðir að lapa á móti okkur öðrum. Þeir heldur hefur báðir lapað þetta matchup alveg vel mikið. Ég veit að Dan 50 er sjálfsagt að tala mjög mikið hafa lapað anti-stand-upper, hvað hann á að gera í því. Yes, ég meina núna þegar það eru 3 karakterar eitthvað með stand-upper í kískfjölskyldinni, hvað, þú veist, maður þarf nú að læra að gera eitthvað á móti þessu. En já, þetta er bara svaka spennandi leikir. Þeir ætlu sem ekki að taka okkur smá pásu, örugglega fyrir Jú, hann Egil til að slaka Egill aðeins á. Hann getur, ég veit ekki, þú veist, það er erfitt að fara beint frá leik eftir leik Maður þekkir og þetta við að halda hjartað að upp við slá þessu alveg. Akkurat, sérstaklega þegar hann þarf núna að resetta bracketið ef hann ætlar að fá séns til að vinna. Það er bara Löng leið fyrir framann. mjög löng leið. Líka, maður veit aldrei hvaða karakter mun gera. Einmitt, nú eru báðar manneskjur með nokkra karakter sem geta spilað. Ég hef Nefnilega. heyrt nefnilega að það gæti verið ákveðin karakter með langt hár á leiðinni fyrir þetta matchup. Ertu að segja mér að það gæti mögulega verið Jacko? Hún er með langt hár. Við sjáum nú til. Það gæti verið Milja. Hver annar? Við sitjum bara rólegir. En já, margt í boði. Nú er ég að hugsa, hvað gerir Milja í Jump Dustinu hjá Batman? Er hún bara patient eða getur hún 6P eða Verður hún ekki bara að speysa það með því að hoppa aftur og bak sjálf? Það gæti verið. Það gæti verið að hún þurfi að gera eitthvað þannig til þess að komast frá þessu. Batman og Milja sjálfsögðu báðir karakterar sem vilja vera í loftinu alveg Já, alveg ógeðslega mjög mikið. Svo sem þýðir að við gætum séð mun fleiri air grabs líka í þessu setti. Ef Milja sýnir sig. Ég býst nú við samt að hann muni byrja á Kai að minnstu kosti. Þannig hefur það verið hingað til að minnstu kosti. Þú veist, Old Reliable, karakterin sem hann hefur spilað mest og kann mest á. Það er gott að vanlega taka það fyrst og líka venja óvinnin á þau behaviors áður en þú skiptir yfir í eitthvað sem getur mögulega, þú veist, verið... Þetta er alltaf þetta gamble af því að sjálfsögðu, þetta er svona mental tól að sjálfan þig að skipta karakter mitt sett, en það getur líka að fucka upp hinum gæðunum. Akkurat, það er mjög mála, þetta er trikkið. Þetta er trikkið við það að spila 2 karaktera. Ég væri svo mikið það verið frábært. Já, kannski. Jæja. Herru. Við heyrum eitthvað að vera í gangi. Ætli hann Egil sé ekki sestu við tölvuna. Kannski fer hann bara að lapa rétt fyrir það. Það væri eitthvað. Hann gerði eitthvað svipað því þegar það voru einhver önnur finals í gangi annars þegar við vorum á síðasta háværing. Þá hoppaði hann beint í mín talvan en það var stream-talvan, sko. Og hann var bara inn á mínu að bara, þú veist, æfa Dragon install dót og eitthvað. Það er gott að hafa það á hreinu. Einmitt. Þú var að sjá sig hann Dan 50 sem var að hjálpa honum að vann það mót. Last dust loop í milli setta. Já. Það var nú ótrúlegt. Já. Svo, Akkurat. Við sitjum nú bara rólegir þangað til eitthvað gerist. Það er málið. Það er sko málið. Þannig er hann Egil sestu niður. Spurning hvað hann Dan 50 er. Hann er örugglega ekki langt í burtu. Nei, ég myndi ekki að hann sé bara einhvers þar að gerast tilbúinn, er hann ekki hann? Koma inn að stólnum. Sjá nú til. Eins og þetta hefur verið í sögunni þá hefur hann Dan 50 oftar en ekki unnið hann Egil. Já. En hann Egil hefur nú einu sinni náð að taka yfir. Þetta hafa verið klikkur sett hjá þeim, sko, það sem við höfum séð í fortíðinni. Og miðað við hvernig þetta mót hefur verið hingað til, þá er spurning hvað við sjáum hér. Ég með þessari lýsingu lítið á þessu báður mjög sunburnt. Rauða ljósið þarna á það var bara alveg yfir þeim. Jæja, við sitjum inn á rólegir báðir, hafðura main-kallana sína á meðan við stefnum í button check. Einmitt, button check er definitely fyrst. Verða báður að vera 100% vissir áður en fara í þetta loka match hérna fyrir 50% af prize-poolinu. Þetta er alveg stór peningur. Þetta er það. Þetta er svo sannlega það, alveg 22.000.
Þetta er ekkert spauk. Já, skellum okkur í button check. Pössum að allt sé á hreinu. Flott er. Egill með allt á hreinu. Núna er það tími fyrir betið. Það virðist vera allt á hreinu. Þá erum við tilbúin að skella okkur í Grand Final. Það er Grand Final með fólk á klappina! Come on! Klappa fyrir Grand Finals! Jæja. Allir spenntir. Það var alltaf velja lag. Hvað verður það núna? Það er málið. Dan fara að velja, sýnist mér. Við ætlum að velja Subhuman Self. Ok, Millia-lagið. Okay. Það er frábært. Það er frábært lag. Maður getur ekki næði það. Við höldum okkur bara við nýja mappið. Nýja stage. Hvað að velja eitthvað annað? Nú, ok, kannski smá óákveðin. Kannski var Egill eitthvað ósáttur með það. Hvað, vildi hann ekki þýmis? Hann er þekktur fyrir að hafa sína skoðanir á þessu. Ekki finnst hann Subhuman Self bad. Já, reynda, nú þegar þú nefnir það. Þetta er kannski smá furðulegt. Diva of Despair er valið. Það mun vera tónninn sem spilar í þessu Grand Final. Diva of Despair, já. Herru. Við skellum okkur inn. Þá erum við loksins komnir að þessu. Loka momentið hérna fyrir Guilty Gear á Jötunheim. Við höfum að horfa á það cutscene. Ég held það. Það er verið að leyfa intróm að rocka. Aðeins builda suspensi meira. Batman er mættur á svæðið. Svo ég sita með sólgleði. Það er bara ljósið, sko. Herru. Við sjáum báðir spilarar alveg vel locked in. Vel locked in hérna. Og þá skellum við okkur á stað. Egill byrjar pressuna start. Báðir mjög góð projectiles þessi karakterar. DP Clash. Burst nota hjá Egill. Batman vill bara sóna núna. Hann er með stærri takkana. Stærri projectiles líka. Nær góðu hit hérna. Roman cancel. Þetta er svo mikið damage sem þetta rúm gerir. Oh my god. Með error explosionu líka. Ekki alveg. Nei, sko, Whiff DP. Oh my er ekkert god. með burst. Það reynar að hoppa yfir. Hann nær því. Notaði Wild Assault. Burst noti hjá Dan samt. Ok. Blokka vel. Yellow Roman cancel. Hvoru menn að gera neitt. Halda sér rólegum. Þarna kemur það. Þá er það. Dan byrjar með hörku. Tekur hérna eitt leik yfir Egill. Smá fakes. Þeir eru að hoppa og dansa í kringu konannan. The close lasið hérna fyrir big combo við vegginn. Nærði. Já, nærði. Það er málið, Gott damage. Eitthvað 48% eða eitthvað. Nær honum. Egill satt með full meter hérna. Spurning hvort hann notið það. Já, hann alltaf svo sannlega, en ég held að Dan hefði blokkað. Nei, hann gerði það ekki. Hann var greinilega í miðju dashat, hann heldur áfram positive bonus hérna. Ok, notar Red Roman cancel, alltaf að halda áfram pressu. Gott grip hérna hjá honum, Dan kom honum inn í hotnið. Núna er hann fastur. Stundiper! Nei. Ekkert burst til Dan. Ég er ekkert fastur, ég ætla bara stundiper í áttina þér. Ok, Dan. Hann er rólegur samt, heldur pressin áfram, nær að svöppa þessu. Smá fakes. Egill nær að bakka. Lemar hann úr loftinu. Jæja. Hérna svaka pressure hérna. Bara gerir charge fyrir framan hann. Overheadið. Báður núna low HP, næsta touch drepur. Nema þó að Egill er með burst. Dan ekki. 6p en ekkert follow-up. Reynir að burst, nei! Nei! Batman er með snegri projectile-in. Nei, hann var bara projectile til dauða meðan hann var að reyna að gera sitt eigið projectile. Þetta er ekki nógu gott. Dan hérna tekur fyrsta leikinn. Núna er spurning, hann ætlar að halda áfram með Kai. Hann segir bara, ok, þetta er bara 1 loss. Ætlar ná ekki að breyta því. Ok, nær honum í shock state þarna. Hann er kannski komið plan núna. Ok, burst noti hjá Dan. Þetta er góð staða fyrir Egill.
Hann næri ekki alveg. Það dálítið hættulegt að fara eftir heavy fireballinu fyrst að... Nei, sko, nær backdash. Dan með svo fljótt projectile, en hér kemur hann og fara... Wait, wow, þetta ekki wallbreak. Hæ? Heldur áfram pressu, nei, Þetta missa var grab. klika, ég hef aldrei séð þetta kombo. Hann hefur verið að labba þetta. Greinilega því hann var tilbúinn. En samt Dan, hann gerir svo mikið damage á þessu rúmi, hann næstu búinn að jafna healthið nú þegar. Roman cancel. Nei, nær honum á whiff punishina. Ok, hvað það? Nær hann honum í vegginn? Já. Reyna að snæpa hann. Flott movement í loftinu. Ok, hvað fær hann hérna frá þessu situationi? En það Því miður ekkert gott, hann fær bara slashes in the face. Wow! Þetta var mjög góð byrjun hann hjá honum, Dan. Ok, Dan núna á offense. Ok, kom þeir í neutral, reyna að koma sér inn. Hann eldir hann bara í gegnum backdashið. Heldur áfram með þessari pressu. Þessi Batman pressa, hún svo skuggaleg, maður veit eiginlega ekkert hvað maður á að gera endilega. Nei, alls ekki. Roman cancel. Hérna kemur það. Þetta ætti bara að vera full damage, já. Það er blokkað. Reyndi að catcha eitthvað á ræðstart. Alveg á mörkunum að vera búið með þetta. Já, það er búið. 2-0 fyrir Dan 50. Hann alveg að stjórna þessum leikjum hingað til. Einmitt. Hann gerir þetta oft eftir svona area shift akkurat, að fara beint í Wild til að catcha mögulega einhver takka sem fólk hendir út. Það er ekki að respekta hann hana í byrjun. Eitt sáttur á Kai samt. Já, hann ætlar að halda sig við Kai allan tíman. Svo... Ok, notaðu Valdasolt. Hann er núna alveg locked in þangað til næsta set mögulega. Burst notið hjá Dan. Nú þarf hann að koma sér inn aftur hann Egil. Nei, hann er með það. Stun dipper. Fær hérna big damage combo is it. Flott wall break. Flott. Næri hérna alveg góðum 30% með eitthvað. Ok, hann ætla bara að reyna að elda hann en Dan nær honum. Ok, þetta er Roman cancel. Þetta er alveg huge damage hér held ég. Já, dregur hann næst í að veggnum. Kominn með hann alveg í vegginn. Nú þarf hann að díla við þetta pressure. Eða Roman cancel. Hleypur upp, nei. Nota þetta deflect shield á Dan líka. Nú er hann með ekkert burst til að nota. Ok, ekkert að frame trappa að virka. Nei sko, raw stun dipper. Algjörlega Hail Mary stun dipper þarna. Ekkert að verja hann. Wow. Vel gert hjá hennum Agli, hann er hérna sínan er ekki alveg búinn ennþá. Kom með 1 round hérna á hann Dan. Hann er bara að spamma þessum moveum út, þessum stóru moveum. Egil duglegur að blokka. Nei, kemur sér inn. Oh my god. Góð pressa hér. Nær hann að catcha hann út. Nei, þetta movement í loftinu hjá Batman, það er svo erfitt. Ok, guð, ok. Hann hérna kemur fram og tilbaka. Næst, er að halda honum hérna í hotinu. Gott ró. Þetta var góða pressu hér. Hann ætlaði að fara eftir grab. En hann náði að blokka að minnsta kosti. Yellow Roman cancel, nei, blokkað. Þetta var punish í Yellow Roman cancelinu. Grab! Catcha hann áður en að hann fór í hitstun, í blockstun frá sprengingunum. Klikkað hjá honum. Þetta er svo jafnt. Báðir jafnir á lífi núna. Þeir gætu drepið með einu kombói. Burst notað. Hann ætlar að reyna að zóna hann, held ég. Já, hann ætlar að reyna bara að enda þetta er með ótrúlegt chip damage sem hann gerir hérna. Það fær líka mjög sterkar explosions. Nei, þetta, wow. Ok, þetta var rétt ekki nóg! Skiptir hann í fætunar. Já, hann er að snæpa hann að Þetta er tournament point hérna fyrir Dan 50. Ok, þá er þetta Egil síðasti sjensin hans Egils. Hann grípur hann bara. Nei. Whiffar. Egil virðist vera lokkaður inn. Nei, sko. Oh boy. Ok, Dan ætla bara að bakka. Nei, nær hann stun dipper. Ætla hann að koma hann í hotnið. Nota Wild Assault. Nei, grabbar hann bara. Ok, og hvað næst? Nei, deflection. Dan fær sér turn aftur, nota Roman cancel. Ætla hann að casha inn mikið damage hérna. Mér sýnist það. Full screen. Nei, býttu. Hann bara hendur sterkast að projecta hann sér. Nei, þetta getur verið búið. 1 hit í viðbót frá Egil. Hann reyna að zóna hann út. Ok, þetta er málið, hvað? Oh my god, báður þessu projectiles. Projectile war. Og hann rétt nær honum. Og Egil heldur sér á lífi.
hann þarf að halda áfram hérna á Kai samt öll skiptin. Svo þetta er núna að fara að vera svakalega erfitt að sjá hver mun við þetta. Egill þarf að fara lengstu leiðina núna. Úff. Ó, nær honum með heavy. Hleypur upp, fæsir góða pressu hérna. Nice. Meðan í horninu, burst note hjá Dan. Vá, þetta er svo langt far slash, maður býst ekki við því. Nei, einmitt. Hann getur eiginlega bara pókaði frá bara lengst í burtu. Ó, nær honum með 2K þarna. Nei, að catcha catcha í backdash. Þetta var bara, já, þetta catcha bara bæði situations, ha? Klikkað. Dan, hann er með þessi setups á hreinu. Ó, nei, catcha hann. Yellow Roman Cancel. Hann bara býttu, raw. byrja hann ít á takka. Hann ítt á takka! Við sjáum Dan á myndavélinni, hann er ekki sáttur. Alls ekki. Hleypur upp, ó, reynir að grabba. Nær ekki alveg. Ó, hvað fara hann hér? Nei, ekki alveg. Ekkert af þessu brilliant Roman Cancel því miður. Dan aftur á tournament point, Egill alveg. Núna þarf hann aftur að lokka inn ef hann ætlar að halda áfram. Hann 6P í gegnum projectileið en það skildi hann eftir opinn fyrir öðrum normals. Egill reynir að koma sér inn en Dan nær honum. Mikið damage hérna, ó, deflect shield notað en ítt honum bara í hotnið. Oh my god, svo mikið damage á Dan. Og Dan er sáttur og bara að reyna að zóna hérna. Mjög svo. Við bara láta Egill reyna að koma sér Vel inn. hættulegur þessi Nei, maður. náðu gott fastæs. Ok, gott conversion með Wild Assault. Hann klárar þetta, wallbreak með super. Ekki það mikið damage samt. Wild Assault scalar þetta dálítið mikið. En það fær allan að knockdowni fyrir akkurat þetta Burst pressure. notað, en nú þarf hann að koma sér inn aftur. Nei, Full bara screen! full screen. Stun-dipper. Flott damage hérna. Það er eina wallbreakið en þetta er ekki hard knockdown. Ó, reyna aftur. Wait. Næði Stun-dipper samt. að komast nær. Ok, Egill í góðri stöðu. Nei, hann blokkaði það high. Ó, gera bara tvísvar! Ok, Yellow Roman Cancel. Egill í góðri stöðu hérna. Dan er ekki með burst. Eitt kombo myndi drepa. Ó, guð. Þetta var hættulegt 6P. Nei, honum. Þetta backdash í first slash. Ruggla stuff. Egill alveg bara á bara the precipice of defeat. Nær hérna að klá sig út sýnist mér. En þetta er ekki búið. Dan er ekki tilbúinn að fara heim alveg strax. Nei. Treytar í loftinu hérna. Gott damage. Ó, Nei, DP. DP. Hleypur upp. Grapar, ok. Og Punisher eitthvað normal sem hann ætla að henda út greinilega. Ok, Roman Cancel. Þetta verður ágætist damage hérna. Hann bara fekk það svo snemma. Ó, Hoppar. guð. Ok, hann það var blokkar, vel gert. Það var ekkert jump. Hann er alltaf náður sem þessi 2K þarna. Egill kannski ekki alveg að venjast þessu. Hleypur upp grab, hann rýta það. Það er núna með hann í hotninu. Við reyna að klára þetta. Hann er aldrei fastur. Ó, nei! nær honum. Hann Burst nær honum. notar um Ó. leið. Hann reynir að catcha Ó, stand guð, upper. ó, guð. Egill notar það ekki. Hleypur bara upp. Já, þetta ætti að vera kill. Og hann. Þetta er kill. Vá. Rugglað kill hjá honum. Egill með núna 2 leiki. Það er 2-2. Þetta fer alltaf alla leiðina, einhvern veginn. Svaka spennandi. Ok, burst notar um leið hjá Dan. Er þetta breytast í favor fyrir Ok, nota Wild Assault, heldur hann pressu. Nei, Egill. alltaf þetta 2K þarna. Ó guð. Hann er svo nálægt í að resetta bracketið. Hann má ekki klúðra þessu núna. Ok, hoppar inn. Hann ætlar að catcha stun-dipper og það gekk ekki. Hann fór Ok. beint í over. Þetta gæti verið wallbreak meira að segja. Já, svo sannarlega. Approachið Hleypur upp. hans. Ó, nice. Ó, stand upper. Fær hann kombo hérna. Já, svo sannarlega. Ok, heldur áfram pressu. Ekki alveg við nóg Flottur. fyrir en annað ult. Ó, Hoppar. guð. Ok, alveg rólegir. Við blokkum bara. Hleypur inn, grapar hann. Nice. Og þetta kill. Maður má ekki sko disrespekta Blue Roman Cancel sko. Þetta er bara. Egill núna mörkunum að resetta það bracket. Þetta er svo Dan vill samt klára þetta núna. Hérna. Ok. Hann er að reyna að rólegir. beita eitthvað en bara Egill Stólar það air momentum. Whiffar 6B. Hann bara býður og sér. Hann punisher 6B. Sjáum Það virkar þetta. ekki alveg. Ok. Ó, hann challengear og þeir counter þetta konar. Svo mikið damage hjá Dan núna. Ok, fara hann super hérna. Já, Hvað gerir hann að hard knockdown? Egill er með burst. Það er spurning hvort hann notaði þessu setti hér. Ok, vel gert. Notar Notar error meter. þarna.
Ok, feikar, ó nei! Að catcha Roman hann cancel þarna. átt að catcha Það backdash. er ekki sniðugt akkurat hann það burstið hér. Sniðugt Hann hjá honum sparaði akkurat fyrir næsta round. Þetta Þetta er alveg á síðustu mörkum. Þetta er annarkvort síðasta matchið eða reset. Ok, eitthvað með burstina, hann er ekki notað þess að hann býst við að Dan myndi bara beita það. Því miður fekk ekkert úr Ó, punishinu. counter hit, wild assault. Býtu, wild assault. Er þetta wallbreak? Ekki alveg, whiffar. Nei, ekki alveg. Nei, sko, nei, counter hit. Super. Ok. Já. Þetta er bara projectile Gott super. damage, gott damage. Vá, þetta var gott damage. Hvað í anskotanum? Herðu. Ok, nei, krossa, blokka það. Hann actually nær að blokka það. Ég hef ekki náði. Ó, stand upp full screen. Vel gert hjá Hann er burst samt hjá. Já, Hann er hann reynda að beita það. Ó. Og hann þarf að burst beita hann inn aftur. Þetta er scary. Ó, nær gold burst. Hann nær Þetta gold er mjög burstinu gott. frá honum. Nei, hann ætlar að reyna að sóna hann. Hættulegt. Það lára HP. Ó Býttu nú hægur. nei. Og núna hérna, hann er fastur. Gerir mikið chip damage þetta ultimate. Ó nei, whiffar. Nær hann að klára það. Það er núna 1 HP, ekkert burst. Notar það Roman cancel, heldur áfram pressu. Hann nær í far slash. Hann nær að resetta bracketið. Vel gert hjá honum. En hann er bara hálnaður í bili. Þeir fara bara beint í það. Þeir eru ekkert breytingar, Hann ekki vil neitt. halda áfram það momentum hann Egil. Ok, burst noti á Dan. Það er spurning hvað Dan getur gert til að reyna að ná sigri núna. Egil núna búinn að vinna alveg 3 í röð. Ekki ætla hann að gera þetta reverse 6-0. Whiffar wild assault. Sáum hvort það kemst þangað. Ok, þeir eru að þreifa út hérna í neutral að reyna að ná einhverju hitti. Egil nærði instant super. Oh my god. Hann er svo góður með þetta. Hleypur upp. Ok, Yellow Roman sal. Ok, þeir eru mjög smekir hérna að spila þetta mjög duglega. Kemur hana, heldur áfram pressu. Nei, nær honum. Ó, ekki alveg. Dan hlýtur að vera mjög stressaður núna fyrst að hann var með whiffar upper handið combo. og er núna hægt og rólega að missa það. Ég held að báði spilarar kannski farnir að vera smá þreyttir á þessu setti. Já, svo sannarlega þeir eru að díla við sömu hlutina aftur en þetta eru akkurat tímann eða sem mest interesting playin Og burstar hann, gerast. nei gera það ekki. Báði núna mjög lágur á lífi. Nei, það Dan nærði. Ég held að hvoruð þeirra myndi bursta ef það myndi gerast. Nei, Dan nær honum með 2K. Það er málið, Gott conversion. Ó, Egil. Ó, nei, Dan mashar bara. Ok, blokkar það overhead. Ok, Dan. Nei! Ó, sko. Spannar bara slash. Wow, þetta damage! Hann hefur verið Hann með smá kláraði ekki risk þessi þarna. komboið. Verið með smá risk þarna. Ó, nei, ok, Yellow RC. Ok, bara ítur að taka hana, reynir að fá hann til að gera eitthvað. Dan gerir ekki neitt. Nei, hann dasar inn í stóra fireballið, veit ekki alveg hversu þetta góð hugmynd getur það verið. er. Ó, burst, nota. Egil er með langa leið til að koma sér. Dan þarf bara að sitja rólegur. Ó, býtu nú við. Hann er ekki alveg öllu komboinu. Hér. Egil enda með langa leið til að fara. Dan þarf bara að sitja rólegur, býð eftir séns. 1 hit. Wow, hvað reynda þarna? Dan getur reynda að klára þetta með zoning. Já. Og hér Dan loksins að taka fyrsta leikinn sem síðan 3-0 hjá honum Agli. Skellum okkur í þetta. Ok, burstnoti á Dan. Vill reyna að halda hann út inni, hleypur áfram þetta skiptið. Egil var ekki búist við því. Dan núna kominn með smá aggro hérna. Egil er núna að hoppa út. Dan býst við því. Þeir eru bara rólegir en að spila það neutral almennilega. Ok. Þetta hefur góðu sjans fyrir combo. Kannski burst bait. Gott spacing hjá báðum. Reynir það. Ok. Ok. Yellow Roman cancel. Bara fast RC yfir í heavy fireball. Ekki búinn að sjá það nógu oft hjá honum. Nei sko, hvað er í gangi? Báður að reyna að beita. Svo mörg layers hérna í gangi. Ok, nær hann með projectile. Nei! Þetta er búið. Því miður catcha hann stun-dipperinn. Með jump S. Þetta er vel æft. Nú er málið sko. Egil núna ekki í góðum málum. Ok, hann er alltaf að ná þessu með þessu 2K. Dan greinilega að læra Mashar. hérna inn á þetta. Gott grab hérna hjá honum. Komið henni í hodnið.
Wow, Nei! ok, Ó, counter hit. byttu, Byttu. trade komboð Ó, hefði verið cross up. crazy. Kai cross up. Sér Trade. það ekki á hvernig degi. Ok. Nei. Heldur áfram með þessari pressu. Nei, sko. Þarna er það. Lúmst grab. Ó, deflect shield Ó, notað. gott deflect shield. En backdashar úr því. Ok, Dan. Nei! Nei, hann beitaði DP Ekkert en punish ekkert punish samt. því miður. Það er mjög erfitt að punisha DP. Hleypur upp grab! Þetta er Kai special. Grabbar hann aftur. Flottur hann Egil hérna. Komið með round yfir, round á hann, Dan. Þau báðir eru núna, þeir vilja þetta svo mikið. Dan með góða pressu. Sprengjurnar. Ok, gott wall break, mikið damage. Allt í lagi, nú þarf Egil að hugsa. Dan að reyna að beita eitthvað hérna, Egil heldur á hann pressu. Nei, blokkaði Yellow Roman Castle nær ekki punish. Kannski aðeins Ó, nær hann úr loftinu. Eitthvað Adaptation hjá Dan. Er fann að lesa eitthvað sem Egil er að gera. Nei. Ok, beið bara eftir honum. Æ, en þetta er kill. Það er 2-0 fyrir Dan 50. Æjæjæ, fáum við að sjá það aftur nú? Þetta er málið. Er það reverse? Hann hleyp, ok. Time. Þetta byrjar oft svona að Dan... Það er þarna eini sjensin hans Egil sem hann ætlar að komast út. Ok, Namashar, nær grab attempt þá. Þetta er fara að lítið svo mjög Batman dominated. Ó nei, þetta er mjög Batman dominant round. Þetta er ekki gott. Ekkert super samt. Nei, það hefði ekki drepið. Wait, báður Roman Cancela, whiffar grab! Gott counter hjá Egil. Ó, nei, þetta er grab. Ok, counter til báðum. Nei, þetta er backdash. Æjæjæjæj. Þá er það mögulega loka stundin. Egil Tournament þarf point. að komast út. Hleypur bara upp, close slash, Wild svolítið að klára komboið. Desperate fyrir þetta. Gott wall break. Það er eina gott, það 40% eða eitthvað. Ok, Dan með skuggulegt movement í loftinu, nær að catcha eitthvað button hjá Egil. Býtu, nær hann að blokka þetta. Já. Þetta er blokkað, en hann kann Roman Cancela þetta bara. Ó, flott. Hoppar yfir heavy. Nei, álfuru, hann sá það fyrir sér. Hann er með burst, notar hann það, já, nær því. Nú er Egil mjög erfiður Dan playing stöðu. out of his mind right now. Alveg að fokkin rústa þessu. Ó, Þetta er ekki gott fyrir hann, Egil. 1 HP, 1 combo dreipur. Nota Wild Assault. Wild Assault, og hvað núna? Það var bara guess. Þetta er loka guessi líklegast. Hann ætlar að zóna hann, Ó chip damage. 1 projectile Hann er dreipur. fastur. 1 projectile dreipur. Hann er fastur. Og hann er búinn að tapa þessu. Dan 50 vinnur Jötunheim 2025. Svakalegt hjá honum og þá getur hann komið hingað til okkar til að taka á móti flotta bikarnu sínu sem hann er búinn að vinna og hann er búinn að líka fá præsið. Alveg vel ruglað sett hjá þeim báðum. Alveg ótrúlegt. Ég var oft bara light-headed. Fór alveg langar leiðir líka. Hvað þetta var bara ruglað sko. Þeir voru alltaf að counterplaya hvort annan, alltaf bara inn í hausnum hjá hver öðrum. Það var alltaf bara counter þetta, counter hit, nei ég hoppa hér, nei ég Roman Cancela þetta. Bara þetta stoppaði ekki. Og bara síðan sýndi Dan mjög dominant display hérna í reset bracketinu. Já, flott adaptations hjá báðum en Dan adaptaði bara aðeins hraðar að því sem Egil var að gera. Það er málið. Hann enda fekk hann þrjá tapaða leiki til þess að akkurat finna út hvað hann var að gera vitlaust. En já, þá ætlum við hérna að fá allan Dan til að taka á móti bikarnir sínum. Kannski gefa eina ræðu í leiðinni. Það er spurning, það fyrir eftir. Vill hann segja eitthvað? Þannig það núna bara að... Hérna kemur hann, Dan 50, sigurvegarinn, Íslands meistarinn í Guilty Gear Strive. Hello, it's me! Þarna er hann, hérna tekur hann á móti akkurat flotta Guilty Gear Strive bikarnir sínum hérna. Alveg yndislegt. Viltu segja eitthvað við fólkið hérna? Not sure, honestly, it's just been great to play here with you guys. It's
I'm not much of a what's called speech guy, so I don't have much to say. But yeah, well, it's great coming here. It's really fun. Alltaf frábært að hafa þig. Nerf Johnny, yeah, Nerf Johnny. Alltaf gaman að hafa þig, en já, þá ætlum við núna að loka á streymið. Takk fyrir að horfa, þetta var yndislegt. Ég ætla bara að tala fyrir hönd hérna, takk hérlega Next Level Gaming, við erum að fara í Smash eftir augnablik. Ég ætla að horfa í mynduvelina. Það er Smash eftir augnablik, við erum að fara að rumpa þið upp, en takk hérlega fyrir allir sem mættu og keftu og voru með og horfðu og allt saman keftaði, þú veist, ég geti þakka öllum að eilífu, en bara Smash eftir augnablik, takk. Alveg